Það er nú, mættir á helgavættina, Hörður Ægisson, Þórir Pálsson, við erum velkomnir. Takk. Má maður ennþá segja gleðilegt nýtt ár, eða hvernig, er það seint eða? Ég miða við fyrstu 10 daga. Já. Og hætti þessu. Fyrstu 10, já, þá er það seint. Já. Ég veit ekki, það er svona alveg fram að páskum. Ég er svo mikið þátíðistar okkur. Jú, það má alveg líka. Hvað segir, hvernig leggst nýja ári í ykkur? Hvernig fer þetta stað? Mjög vel. Engi. Ég held að þessi skipti sig við Tóttur og saman í þætti það. Já, það? Það er árið fyrir mjög vel stað. Já, það er bara, það er stórt. Það er tíðindi. Þetta er þáttunum hvað, 385 eða 6 eitthvað slegis. Þannig að það er kannski hlaut að koma að þessu. Þannig að við komum næst í þætti 770. Eitthvað slegis. Já, við erum náttúrulega eftir að sjá hvort að þjóðmál séu nú stórt fyrir okkur báða. Hér eru náttúrulega við erum vel haldnir, eins og maður segir. Það er veitingar frá kjötkompaníinu sem býð okkar hér. Glæsilegt. Það fyrir náttúrulega vel að staða. Svo náttúrulega EM í handbolta að byrja og það er náttúrulega, við erum að minna fólk á það að það er EM tilbúið á hamborgurum hjá kjötkompaníinu og dagar sem Ísland er að spila. Fylgist ekki með handbolta? Nei. Það er komið tími til að byrja núna. Ég er svona eins og flestir venjulegur Íslendingar sko, kannski ólíkt þér Gísli sem að horfir og mætir á alla handboltaleiki. Þá horfum ég á stórmótum og hef mjög gaman. Það er eitt slíkt að byrja. Já. Fyrsti leikur á morgun. Við erum að taka upp á föstudegi og þátturinn sýndur á taka upp á fimmtudegi fyrirgefðu, þátturinn sýndur á föstudegi. Það var Ísland að spila. Ítalíu. Já. Það er eitthvað. Ég vil setjast niður með Þórði Pálssoni og horfa í handboltaleik, sjá hvernig það rekst í hann. Já, ég myndi ekki hafa þolinmæði það held ég. Það ekki? Aksjón allan tíman. 60 mínútur að látum. Já, ok. Þannig að, en ok. Já. Það er eitthvað. Það er allir með sitt. En þú borðar hamborgara? Ég borða hamborgara. Þannig að þú getur farið í kjötkoparið og náðir hamborgara. Sjálfsögðu. Og eitthvað annað, alls konar. Herru, svo erum við með Nýja Rosso frá Bíóti Sandi. Þeir eru fyrstu Íslendingarnir sem fáið smakka þessu hér. Þetta var að lenda bara í gær. Þannig að til hamingju með það, til hamingju með að vera til bara. Já, takk hérlega fyrir það. Ekki. Þetta er áblægt að breyta miklu lífi okkar. Já, það ekki. Jú, ég held það. Herri, ef að hlusta svona áðurum fyrir lengra, ef að meðan í hætti klussin, ef ekki að skelli eina litla klippu. Ég sá að Andrea Sigurdóttir, vinkona okkar, blaðamann á Morgunblaðinu, hún tók bút úr silfrinu á mánudaginn. Það var sko ég var á handboltaleik á mánudaginn og kom heim seint um kvöldið og ætlaði að sjá hvað hefði verið í silfrinu og þá sá ég að það var viðtal við Heiðu Björg og Pétur Martinsson og svo Ragnar Þórsson svo eftir. Ég skal viðurkenna það, ég horfði ekki á allan þáttinn. Nei, það var sennilega handbolti skemmtilegri. Já. Já, byrjum menn sem að já handbolta. Það eru sjáum þess að klippu og heyrum. Atvinnulausir að aukast. Á sama tíma á atvinnulausir að aukast, það eru held ég 9.000 manns án vinnu núna, þá tekst ekki að ráða starfsfólk í leikskólum Reykjavíkur. Jú, það tekst mjög vel, en ég ætla að fá að segja að núna nýtt húsnæði sem við erum að opna fyrir leikskóla er svansvottað. Atvinnulausir að aukast. Já, stóru málin. Hvað við þetta að segja? Takk. Ég held að þetta sé svona svolítið sko dæmigert. Það er ekki bara óreiðuna og ráðaleysið í ráðhúsinu. Þetta er svona þekki frasan sem mikið verður á samfélagsmiðlum, go woke, go broke. En ég held að þetta sé svona vissu leyti sko öfugt orsakasamhengi, sko, go broke, go woke, vegna þess að það hafa allir metnað að gera eitthvað vel og ef þið tekst ekki að gera það á því sviði sem þið treyst fyrir og ert ábyrgur fyrir þá reynir að finna eitthvað annað. Jú, kannski þessi fyrirtæki þá kannski afkoman ömurleg og fyrirtæki ekki ná neinum árangri en þeir sem er frábæra samfélagsskýrslu og ég held þetta sé svona og gera sér vonir að fá velum fyrir hana sko og þetta er svona svipað hjá Reykjavíkurborg, þeir náttúrulega með meira og minna allt niður í sig, fjárhagurinn stendur illa, þeir eru ekki að sinna grunnþjónustu en jú, við erum með það svansvottað, þannig þetta er svona hálfdapurlegt. Já, mér að benda það að ég geti nú gert bara svona hóflega grína þessu af því að eins og við sjáum heimasíðu þjóðmála, þá er þetta þjóðmál líka svansvottað hlaðvarp. Það sé reyndar vínsvansvottað. Þannig að það er allir með sitt. Hvað segir, gengur þetta ekki nógu vel? Já, þetta er alltaf í lagi. Nei, þetta er alltaf vottað kampaðinsfélaginu, þar sem hættu nú að kaupa þetta.
Ég talandi heimasíðuna, þá þetta minnum við alla á að fara inn á heimasíðuna og skrá sig í þjóðmóla á stofuna. Frábæra mynd þannig. Við tveir saman í Já, þið voru saman á áramótasprengju þjóðmóla í fyrra. Þetta hitti fyrra öllu heldur. Áhörundu sjá að ég og Tóti erum hérna nákvæmlega eins klæddir. Já, þið fengum memóið. Syngum okkur saman. Það var ljóst þá og dökkt í dag, við kannski förum með það aftur okkur við erum í dökku í dag. Þannig að, og svo þetta netverslun okkar, þar sem að vinur okkar í IT House of Brands hafa búið til alveg hauga vörum fyrir okkur og það að fara að koma nýjar vörur núna 9 ári. Þannig að kíkið þangað inn og veslið ykkur eitthvað gott. Meðan þess að kaffibólla hér. Og þú átt svona bólla ekki? Jú, að sjálfsögðu. Og termobrúsan, hítakanna með hún langt best. Alveg nöðsælega sko bæði á mótnana eða kalt að fara út og láta kaffi halda sig einhver tíma og síðan þegar maður er að ferðast í veiði og í veiði og einhverju öðru slíku það er algjört möst, heldur hít alveg svakalega vel og þú veist, kaffið er bara betra í þjóðmálabolla. Það er bara þannig og lífið verður betra líka. Já. Þannig að algjörlega, enda er þetta lífstílslaðvarp og við viljum góðan lífstíl. Já, talandu það, ég er með gjöfhendur, ég er með okkar gjafhendur í dag. Já. Þannig að þið farið hérna út bara hlaðinir að gjöfum. Ég er nú að biðja með það angast eftir þáttir. Nei, það er... Hann styrmir í kampansfélaginu, hann sendi okkur hérna þetta rauðvín og vildi endilega senda okkur þetta ólífólíu líka. Frá Björn Sendi, sem er það sama frá þessu víni. Þannig að ég læti ykkur hafa þetta eftir þáttinn ásamt öðru sem að kemur fram hér síðar. Ég nota mikið ólífólíu. Já. Bóðslega góð. Bæði út á allan mat og svo finnst mér bara góð fá sér skeið af henni. Þú gerir það? Já. Og bara lúðra því í þig? Lúðra í mig, sko. Já. Þannig að þegar aðrir fá sér lýsa mótana þá færðu þú bara skeið af ólífólíu. Já, ég fæ mér þetta lýsi líka en mér finnst náttúrulega lýsið best sko með hrá og eggi sko. Í glasi en ólífólíu. Hann er með sinni einn smekk. Já. Það er rosalegt. Ég ætla að hafa þetta henni til sínis. Kíkjum á þetta eftir þáttinn. En já, förum að ræða einhver alvöru mál svona þegar við erum að skoða kannski stöðun í hagkerfinu. Ég var að djóka með það áðan eða grínast að þið voru í ljósumfötum þarna í lok árs 2024 á áramótassprengjunni. Þið eru í dökkafötum í dag. Er dökkt yfir í hagkerfinu? Ætlum við ekki að tala um eitthvað skemmtilegt? Maður fer að velta fyrir sig bara, þú veist, það er þú veist, aðeins sko, ég ætla ekki að draga mjög svarta mynd en þú veist, staðreyndir er samt svo að þú veist, atvinnuleysi hefur aukast, verðbólgan, hún stendur í stað og geti jafnvel hækkað, svo ætlum að koma þess að þú veist, það er óleiklegt að tekja á öllum fjárlaga gangi eftir, þú veist, það verður öllum lengjum minni hagvöxtöldur en menn er ekki ráð fyrir, samt er engan næstan sterk, þú veist, menn hafa talað um stagflation og kannski fyrir maður sér við það. Hvernig, ef ég fæ ykkar viðhorf á þessu, ég ætla að segja ykkar teik en ég er að reyna að minnka allar enskuslettur í þessu þáttum. Nei, en ég held að hann sé alveg, ég veit ekki hvort það hefði verið meðvitað og ómeðvitað hjá okkur Tóta fyrir árið síðan, það verið ljósum fötum þá en dökku núna, því byrjun síðast ás var, eins og við höfum kannski rætt áður hérna á þessu vettvangi, var alveg svona hófleg bjartsýni inn í árið. Það var margt sem svona benti til þess að við værum að fara að sigla inn í mjúka lendingu sem hefur ekki oft tekist en það í íslenskri svona hagsögu á síðari tímum. Það var bjartsýni á hlutabréfamarkaðum, að það væri skarpra vaxtalækkanir í vændum og verðbólgan að halda áfram að lækka. Fæsta þessu gekk eftir og síðan núna síðstlegu haust byrjuði að dynja á okkur öll þessi áföll og útlunsluðinni. Á verðmætasköpunar haustinu? Já, það er vantilega orð sem Kristrún sér gríðarlega eftir í hvert einskipti sem hún leggst á kottan á nættuna að hafa hlátt út úr sér. Þannig að núna erum við hérna árið síðar og það er á þess að vilja draga upp einhverja kolsvarta mynd af stöðunni þá erum við bara áskorunir augljóslega í vændum á þessu ári og það sem fer í kannski taugana af manni og er að birtast trekk í trekk í málflutningi ráðamanna hvort sem það sé Kristrún eða Daði Már er einhvers konar svona tilfinning sem að fær að hlusta á afneitun á stöðunni gera lítið úr því þegar það vera að benda á hluti sem er á þróstu verri vegar aðgerðir stjórnvaldana séu til þess fallnar að ýta undir vandan skortur og aðgerðir stjórnvaldana þá til þess að reyna einhvern veginn að bæta úr stöðinni þá er fyrst og fremst kannski að tala varðandi atvinnulífið af því eins og þú segir við erum að fara inn í ár það sem er þú veist nú þegar sjáum við á atvinnuleysi ef við miðum við bara töluna sem byrðist á Vinnumálastofnun sem er svona þær tölur sem er kannski
áræðilegri heldur en vinnumarkaskönnunin sem Hagstofan birtir. Þá var atvinnuleysi að mælast 4,4%, mun líklega hækka upp í svona 4,6-7% núna í janúar. Það jafn mikið og Seðlabanki var að spá í síðustu peningamálum að atvinnuleysi yrði að meðaltali árinu 26. Við erum líklega komnir strax á þann stað. Seðlabanki, það að segja þjóðhagspá Hagstofunar sem kom í nóvember var að gera það fyrir 1,8% hagvexti. Seðlabankin aðeins hófsamur og býst við 1,6% hagvexti. Ég held að það kemi engum óvart ef hagvexturum verði talsveit minni heldur en þessar spár gerir ráð fyrir og öll fjárlög ríkissjóðs byggjast á bæði hagvextarspánni hjá Hagstofunni og eins spá atvinnuleysi. Og þá það þýðir það þessir hlutir frá þróustu verið við árinu að öll fjárlögin eins og þau eru teiknuð upp og það nefndi Gísli verða mjög fljótt í uppnámi, hallin verið miklu meiri og það svona talað eitt svona vinsæll mælikvarði á síður árum sem kallast Misery Index, eymdarvísitalan svo kallað, sem ég minnir að bandarski hagfræðingun Arthur Okun hafi smíðað, það sem verið svona að reyna að leggja mat á, eins og orðið gefði kynna, einhvers konar eymd í samfélaginu. Svo við höldum áfram í ákveða nótunum. Já, og hún byggist á því að leggja saman bara 12 mánaða taktin í verðbólgunni, 3 mínútur búin á þættinum og ofan á atvinnuleysi. Og að því gefnu eins og flestir, við ræðum það betur eftir, að verðbólgan sé líklega að fara að hækka upp í 5% eða í kringum þær slóði núna í janúar og atvinnuleysi líka að þokast upp í 5%, þá er þessi vísitala í kringu 10%. Það ekki oft sem þessi vísitala á undanförnum 10-15 árum, ef við undanskilum kannski COVID-tímabilið sem atvinnuleysi rauku upp, sem hún hefur verið jafn há. Þannig að þetta svona staðan hjá ríkisstjórninni á eins og sammæli hennar sem nú með í fanginu og það væri svona óskandi hún væri til í að svona aðeins meira ræða og taka ákvörðanir út frá þær í stöðu. Já, þið sjáu hérna, þið sem eru að horfa, sjáu hérna, ég tók saman nokkra fyrirsættin sem hafa birst í vikunni það að verðbólga sé að fara að hækka að nýji bílaskatturinn sé olía á verðbólgabáli og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara að tella alltaf upp en þetta fólk hefur séð þetta vantilega sko. Já, þegar ég var að hlusta á hörð þá var ég mikið að reyna að velta fyrir mig hvað geti sagt sem að væri jákvætt en bara því miður mér þetta ekkert í hug. Og reynir bara að klampa með neikvæðinni. Ef við horfum á þetta, staðan í raun og veru sko mun alvarlegri í raun og veru, en þess að tölurnar fyrir október, til hans fyrir atvinnu, það eru komna tölur fyrir nóvember, ég er bara ekki náð að fara í gegnum þær, en þá var hvað fækkunum, þá minni að verið fækkunum 650 störf, en það var sko aukning störfi hjá ríkjunni hátt í 1500 störf og það eru störfin sem er að fara og eru kannski einhverju leiti sko fyrir sjáanlega, það eru 650 störf í ferðaþjónustu, rúmlega 250 störf í sjávarútu, í byggingarðinæ, öll þessi störf þar sem við erum að tala að séu sko útflutningsdrifin og eru í verðmætasköpunni, þeim er að fækka. Á sama tíma að þá blæsið opinbera út og síðan erum við með ríkisstjórn sem segist vilja vera að auka framleiðni, en í raun og veru er í raun og það sem er kallað afsakið slettið sko kráta áti eða ruðningsáhrif af hinu opinbera inn í engagerann og ég er búin að sjá mynd sem var tekin saman úr könnun sem að Gallup vann fyrir Seðlabankan um ráðningaráform fyrirtækja sem hefur ekki verið birt ennþá en einhverja hluta vegna en er 400 stærstu fyrirtækjum ársins og þar kemur í ljós að ráðningaráform fyrirtækja hafa vart verið minni síðan í COVID og farin að nálgast þessi gildi sem við sáum bæði í COVID og í hrunnu og þessi vísitala, hún hefur verið mjög góður leiðandi vísir fyrir atvinnuleysi þannig að það eru allar líkur á að við höfum eftir að sjá eins og Hörður nefnir atvinnuleysi aukast verulega á næstu mánuðum.
Er það ekki sá svona liður í þessum svona vísitölum og mælingum sem við erum að nota sem að, já, hvað ég segja sem hefur kannski sviðið hvað mest af því að sko Íslendingar þekki alveg að fara í getum verðbólgu skeið og menn hafa farið í getum það og hérna, þú veist, það hafa þú veist, gengið hefur fallið og komið tilbaka og þú veist, menn hafa farið í getum alls konar bylgjur í hagkerfinu sem var svona þú veist, ég er auðvitað að draga svona einfalda mynd en venjulegt fólk hefur oftast farið í gegnum þessu hluti en atvinnuleysi er það sem kannski stingur þjóðina hvað mest. Já, við erum ekki vönuð því, ég meina það var raunir fyrst svona strax eftir kjölfar bankarhrunsins sem atvinnuleysi rauk upp í okkur hæði sem aldrei sé áður og síni COVID. En annars hefur atvinnuleysi yfir bara verið í kringu 2-3% svona með einhverjum sem er það sem menn kalla svona náttúrulegt atvinnuleysi. Í raun og veru. Það er samt eftirtektarvert ef maður skoða síðan atvinnuleysistölunar sem komið núna í desember sem sína 4,4% atvinnuleysi að það er mjög mikill munur á því hversu stór hluti erlends eða fólks af erlendu bara ekki brotið er atvinnulaust og síðan Íslendingar. Eins og við þekkjum þá eru útlendingar cirka 50 af vinnumarkanum en atvinnuleysi á meðal fólks af erlendu bara ekki brotið er 10,2% en hjá Íslendingum 2,4-5%. Og þetta svona tengir aðeins inn í þá umræðu sem við held ég og Stefán Einar nefndum hérna í þætti sem allir er búin að gleyma daginn ríflegar bætur hérna á Íslandi í alls konar myndum sem þetta valda því að fyrir fólk sem er komið hingað sem betur fer, fyrst og fremst frá Evrópska efnahagsvæðinu til að vinna að þegar þegar að hann efnahagslífið gefur á bátinn hérna heima og þessu fólki sem er kannski ofta að vinna í greinu tengt ferðaþjónustu eða byggingar hérna er sagt upp það fer frekar á bætur hér heima heldur en að fara heim til sín eins og við þekktum kannski á árum áður af því að það er bara miklu meira hagur á því en þú segir réttilega með að atvinnuleysi er að þetta er alltaf nýtt og það er svona sprettur upp þessu umræða eins og við síðastlega mánuði og jafnvel umræða sem komið fram á fundum Seðlabankans hvort að við hættum á því að við séum að sigla inn einhverja kreppu bólgu, stagflation eins og það kalla á ensku, það sem verður lítill sem engin hagvöxtur, jafnvel samdráttur og á sama tíma og atvinnuleysi mjög mikið og það má alveg segja að við séum komin alveg óþægilega nærri þeirri stöðu og það er nýlunda fyrir Íslendinga af því eins og nefndi líka Gísli áðan við erum svo vön því að gengið lækki frekar því miður oft bara mjög hratt. Núna er við, og það ég segi sem betur fer, núna er bara þjóð að búa þannig stað, kerfið í heilsinni, gjaldeyrisforðin, fjölbreytni í útlundsstoðum og annað sem veldur því að þótt að þessi staði sé að teknast upp, þá er gengið ekkert endilega, allan ekki eins og sakið standa og ekkert sem bendir til þess eitthvað sérstaklega að lækka svona einu nemir. Og þá auðvitað leiði verður svona viðspyrnan fyrir útlunds greinar, erfiðari verið vikið, þau þurfum allan að þá að treysta meira á ytri aðstæður, batni, það væri gott ef stjórnvöld væri ekki að vinna gegn þeim með skattahækkunum og öðrum aðgjörum. Þannig að þetta verður svona erfiðari fyrir vikið og einhver leyti stundum hef ég sagt sko að þetta er einhvers konar svona míní útgáfa af því ef við myndum vilja fara inn í spennutreyju í fastgengis myndbandalagi eins og Evrópusvæðinu. Það sem þú veist, við verðum bara sjálf stjórnvöldu þetta og atvinnulífið, þá var raun og veru bara sjálf að reyna að vinna okkur upp á kreppunum með einhverjum aðgjörum umbótum til þess að hjálpa til. Og ég held sko að það séu sko 3 þættir sem að þurfa að vera í lagi sem er sko nauðsynleg skilyrði fyrir því að það sé svona félagslegu stöðuleiki, vissulega ekki nægjanlegt en nauðsynlegt og það er að það sé gott atvinnustig að það sé sæmilega funksjónal sko fasteignamarkaður og það sé verðstöðuleiki og núna erum við að horfa upp á það að í raun og veru allir þessi 3 þættir er að komast í ólag og þá spyr maður þessi hvert er planið? Við vitum hvert planið er ekki. Planið er ekki að forgangsráða og hagræða í ríkisrekstri og þetta kemur svolítið að því sko að með núverandi stjórn eins og fyrir stjórn að þetta eru veikar stjórnir, þetta eru samsteypustjórnir og það er sko það er samið umfrið með því að stinga dúsu upp í alla þannig að það er ekkert gefið eftir í ríkisútgjöldunum
og þetta og svo það líka þannig auðvitað, við erum með hvað þetta svona þessi hlutfallslega þing, þannig að það er engin hlutfallskostningin í þingi, þannig að það er engin sem er gerður ábyrg og það er engin sem axlar ábyrgð í raun og veru á ríkisfjármálunum. Þannig þá er fólk sem að skreyti sem í feðrunum að því að hafa verið með brauð og leiki og þetta með fjárlögin að núna þá bara á milli ára eru útgjöldin miðað við fjárlög að þá er að vera auka 12% nafnvirði 9% miðað við raunútgjöldin og fjárlagahallinn sem átt að vera bara að ná tökum á og eru þetta algjör óásættanlegur og búin að vera óásættanlegur í mörg ár og það er ekki síður fyrir ríkisstjórn sem að stóð sér mjög illa í þeim efnum. En það eru þetta engin afsökun fyrir núverandi ríkisstjórn að apa upp þá óstjórn. Þetta er ekki, það er engin geimvísindi að skila hallalausum fjárlögum. Þú þarf bara óskup einfaldlega að stilla af tekjurnar og gjöldin. Og til þess, þá þarftu að forgangsraða og getur þetta taka sársaukafullar ákvarðanir. En þetta er einfaldasta mál í heimi, bara eins og að stemma tékkjöti, að skila hallalausum fjárlögum. Já, fólki finnst það svo derfitt út af pólitíkinni. Stjórnin kýs að gera það ekki. Já, það er bara pólitísk ákvörðun. Það er pólitísk ákvörðun og það er að skila sér meðal annars í þessu verðbólgubáli. Já, þetta hlutfall, svo nefndir með erlendu ríkisborgarna, það er 60% atvinnuleysi í dag, það sá ég í frétt daginn. En hörðu, þú nefndir tónin sem að menn slá, þú veist, við sáum bara til dæmis í Morgunblaðinu, ég var ekki bara í dag, 50 dag, við erum að taka upp á 50 degi, þar sem var spjallað við nokkra aðila úr atvinnulífinu horfurnar þar og þá sjáum við hvernig tónni var þar, strákar, að draga upp myndina sem ég var að senda ykkur rétt á þann. Þeir vinna okkar í búlist, þeir eru vinna hörðum höndum að gera þetta með okkur. Þannig er þetta. Já, þannig er verið að ganga á 5 ólíka stjórnendur og atvinnulífinu. Voru útskildans fyrir þeim sem er að hlusta og ekki horfa? Já, það er verið að, þú veist, spyrja fyrirsögnin er bara staðan í janúar hjá 5 stjórnendum í atvinnulífinu. Við sjáum hana meðal annars stjórnarformann First Water landeldisins, framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar, ekki framkvæmdastjóra. Fyrrverandi formann fyrir ekki Bjarniði. Þannig eru aðeinar sem eru í smásölu og innflutningi á Íslandi og formað bændasamtakana og fleiri greinum og rauði þráðurinn sem er í þeirra málflutningi er allir sáðin sami. Þeir að kvarta yfir auðvitað eru ytri aðstæður mjög óhagfelldar, mikla launahækkanir verið þarna og mikil vaxtakostnaðar en til viðbótin eins og kemur fram hérna. Það er talað að vera kvartandi því að það skorti fyrirsjáleika frá stjórnvöldum, það vera kvarti yfir því að regluverki þingist og þingist, það vera kvarti yfir því að stjórnvöldin eins og er nefnt þarna einnig fyrirsöguna sé að leggja sé með grjótrú lagðar í götuna fyrir ferðarþjónustuna og svo framvegis og það er til að mynda eftir það er rosa sterkt orðalag Já, eitt af því sem sumir nefna þetta er líka grjótrúa er svolítið annað Já, við erum þetta núna í upphafi ársins þar sem er verið að hrinda í framkvæmd þessum árlugu gjaldskrár hækkunum hins opinbera og það eru margir sem hafa það orði að það bætist við og margir hafi ekki upplifað jafn miklar kostnaðar hækkanir sem er að koma á fyrirtækin eins og núna í upphæði þessa ás. Það eru þetta að tekka inn samningsbundnar launahækkanir í kjarasamningunum og síðan eru gjaldskrár hins opinbera þá í bæði við ríkis og sveitafélag í mörgu tilfellum alveg óvenjulega háar en þessa mundir sem er meðal annars ástæðan fyrir því að við erum líklega að fara að sjá verðbólguna rjúka upp núna í janúar. Það er samkvæmt sem er litið til Orkuveitu Reykjavíkunar, hita, rafmagn, sorphirðun og annað. Þetta er jafnvel gjaldskrárhækkanir sem eru 5-10% og svo þetta er ríkið sem fer ekki með góðu fordæmi og ákvaða að hækka sínar gjaldskrárhækkanir byggt á áætlunum verðbólgu þess ás, minnum mig.
3,7% í staðin fyrir eins og hafði verið í alla jafna hjá fyrri ríkisstjórn að miða gjaldskráhækkanir við verðbólgu markmið þangað sem við viljum stefna sem 2,5%. Þetta munar allt svona þegar ástandið svona þungt. Þannig að þetta er svo mikið svona það sem að fara tilfenguna þegar maður les þetta ágæta fólk úr ólíkum áttum með atvinnulífinu. Það mikið pirringur í garð svona stjórnvalda og kerfisins með alveg gríðalegt skilningsleysi á stöðunni. Svona fyrir utan það að þessi maður býður okkur eftir þáttinn og ég er með handbolta sig að byrja, hver eru góðu fréttinnar? Ég er ekki í góða fréttir, ég er halda áfram við það sem hörðu var að segja að það er þetta ríkalegt vandamál, hversu fjandsamleg í raun og veru sumir ráðherra þessar ríkisstjórn og sérstaklega atvinnuvegaráðherrann er gagnvart atvinnulífinu og það er ekkert samráð, það er ekkert það er ekkert verið að gera til þess að leggjast á árófnar með atvinnulífinu heldur bara þvert á móti verið að vinna gegn því. Nú, þú nefndir þessar gjaldskrárhækkanir og svo þessar spádóma núna verðbólguna og hún verður komin upp í 5 eða 5,1% í janúar. Þetta er náttúrulega meira háttar axarskaft hjá fjármálaráðuneytinu. Spurning hvort að starfsmaður verði ekki einhver starfsmaður í ráðuneytinu verði ekki ámyndur og svo lengi sem að hann reikni ekki vitlaust út áhrif vörugjaldsbreytinga næstu 2 árin og þá eyði sú áminning en þetta er náttúrulega með ólíkindum og ríkisstjórnin eða Kristrún Frostadóttir hún kom með þetta tilboð til kjósenda, kjósi mig, ég ætla að vera með sleggjuna, ég ætla að taka þetta fyrstu tökum, ég ætla að ná niður verðbólgunni og hér erum við. Þess, ef við værum í 2% verðbólgu, hvað heldum væri þá að segja? Þá er hún að fagna þess og þakka sinni stjórnvisku. Já, hún fagnaði náttúrulega í desember áður en nýjustu verðbólgu. En þetta er niðurstaðan og það er ekki hægt að segja að þetta komi eins og þrum úr heiðský lofti. Þetta er að hluta til, að stóru hluta til vegna ákvarðana ríkisstjórnarinnar og þetta er sá kvarði sem hún bað kjósendur að dæma sig á og þetta og þess það er bara að segja eins og en núna er þetta fallengun og þetta er meiri háttar axarskaft hjá ráðuneytinu, hjá ríkisstjórninni og svo þetta til viðbútan hér nefni, þetta er með þessa gengdalausu aukningu í ríkisútgjalda og svo þess er ekki bara þess skattstofnana er þetta stækka náttúrulega en þá er líka verið að leggja aukna byrðar á atvinnulífið þegar það kreppir að. Þegar það var fyrirsjánlegt að vera að hægjast til að mynda í ferðarþjónustinu og öðru, þá ákveða að veita henni í raun og veru, ég ætlum kannski ekki að segja náðarhöggi en allan að högg í staðins að reyna að bæta starfskilyrði þannig að fyrirtækin myndi ná vopnum sínu fyrr. Já. Það er svo sem langt í næstu stýriflokkur, hún er í byrjun febrúar, 4. febrúar, ómögulegt að spá fyrir það, en hvernig heldur að stöðullin á Epic verði? Ég held að hann því miður ólíkt því sem flestir voru að reikna með eftir ákvörðunni nóvember og þá góðu verðbólgumælingu sem kom í lok þess mánaðar, þá sé eiginlega nánast útilokað að Seðlabankinn geti annað heldur en haldið bara vöxtum óbreyttum á þeim fundi. Þannig að ég held að stöðlinni á vinum okkur í Epic Bet hann verði mjög lár á þá niðurstöðu. En það er bara svo rétt svo bætið við þessa eins og Tóti var að nefna varðandi þessa svona heima tilbúnu niðurstöðu sem blasir við okkur að hálfu íbúðu ríkisstjórnar á eins árs afmæli hennar. Þetta er líka svo einhver leyti grætilegt að við þurfum virkilega að vera í umhverju svona hára verðbólgu af þessum tímabóndi þegar það er alveg, ég segi ekki margt en sumt sem ætti að hjálpa mikið til við að ná verðbólguna á þess slóði sem við viljum og þá er ég að vísa meðalans til þess að gengi krónunar er mjög sterkt. Það er ekki þannig að innfluttar vörur sé að drífa áfram verðbólgunni eins og kannski hefur eitt áður verið. Hrávöruverð er ekki hátt, olíuverð hefur verið frekar lágt talsvert langa tíma, þannig að svona þættir eru á mjög góðum stað
Þannig að það sem þetta, Þetta er einhvern veginn bara mannana verk sem eru já, þú veist, heimatilbúin vandi. Valkyrjana verk. Já, ég meina, Valkyrjana vinnumarkaðurinn eins og hann á Íslandi, skulum ekki dvelja mikið á hann og það er launahækkanir sem hafa verið, sem þetta er stór partur í að drífa áfram verðbólguna, en síðan þetta eins og nefndum, og held ég að vera orðað hjá greiningu Arion banka talað svona hrærigraut í búið eins og ofnbæra þegar koma verðbólgunni. Ekki bara rétt lýsing. Jú, alveg hárrétt, þannig að því miður þú veist, eins og staðan núna, þá er þessi óvænt, ég segi ekki óvænt, þessi leiðalega hækkun sem að vera verðbólgunni þessar stundir algjörlega í búið eins og ofnbæra. Líka sveitarfélagana, þá er ég að vísa í kannski fyrst og fremst Reykjavíkurborg og dóttur fyrirtæki hennar, Orkuveitunar. Já. Ég er sammála herði og það sem er svo vont, sem er svo grátlegt sem að Kristrún og Daði vita alveg þess að verðbólga eitt stór þátturinn í eru væntingar og ná þessari kjölfestu verðbólguvæntinga. Við erum að reyna að ná það niður. Það er þess vegna sem er svo vont að ríki gangi svona undan með svona slæmu fordæmi, þess að það minnkar þá þetta aðhaldi á alla aðra. En ég held að þessa slæmu tölur sem við erum búin að sjá þarna í desember og svo þetta högg sem að þessar breytingar, og það er reyndar ekki, mælingin ekki komin, hún kemur 29.15 í næstu viku, þannig að við vitum ekki alveg hvernig þetta fílterast inn eitthvað sér hratt, en þetta verður ekki gott, en það þýðir það að það eru mjög litla líkur og nánast engar að Seðlabankinn geti lækkað vexti í febrúar og það sést líka á því að þetta var ekki einhverju einstaki liðir sem að höfðu áhrif í desember, heldur verðbólgan á tiltölulega breiðum grunni. Ef þetta væri ein vara og þetta væri komið í lag, einhver olíusækkun, þá fræðilega segja gæti Seðlabankinn sagt þetta er breyting á hlutfallslegu verði en ekki á verðlagi, en þá er enda vandamáli það að Íslandi er alls ekkert á verðbólgumarkmiði, við erum á vísitölu neysluverðsmarkmiði, þannig að það er kannski aðeins erfiðara og Seðlabankinn er með svona tól geta hort á eins og fastgasvísitölu og fleira. En það er bara ekkert, það er engin ástæða fyrir því hann geti mögulega réttlætt neitt slíkt miðað við tölurnar í desember. En þó svo að það sé komið hyggst í vaxtalækkunarferlið núna, að þá er það bara tímasetningar sem er að breytast. Ég held að það sé ekki, stefnan er ekki að breytast neitt og vinnumarkaðurinn, þetta mun kæla verðbólguna og ég hef ekki trúað við sem að fara inn í langt skeið kreppu verðbólgu, þannig að við erum ekki með þannig svona treg breytileika í hagkerfin hér á landi sem að þar til þess, en maður vil aldrei segja aldrei. Hvað áttu við með því? Bara að hagkerfi sé það njörfa niður í först verð og erfiðleika með því að flýtja framleiðslu þátti á milli framleiðslu þátta framleiðslu þátti á milli atvinnugreina og niðurgreidd lán og annars líf sem kannski menn hafa hort á að hafi haft áhrif á kreppu verðbólgu annars staðar eða á 8. áratugnum. En ég held að það sé líka litla líkur á eins og núna að það verði vaxtalækkun í mars og ég myndi ekki þurfa að leggja mikið undir í maí, en ég held að ég held samt sem áður að þess að við erum að fara ángað, en það er einmitt þess vegna sem er svo mikilvægt að ríkið hjálpi en sé ekki að velta bara öllu út í verðlagið og valda algjörlega fyrir sjáanlegum áhrifum á verðbólgu. Já, og leggja grjóthrúgur í veginn, svo Bjarniður komst á orði, sem er rétt orðað. Aðeins þessu tengt, örstutt, mér langar til að, ég sá að Seðlabanki var að skila greinargerð til Seðlabankans bara núna í vikunni. Peningastefnunefnd skila skýrslu til Alþingis, greinargerð um sín störf.
ég ætla ekki að fara að rekja það í smátrunum hér en það hefur verið haft á orði, við höfum reyndar aðeins rætt þetta einhvern veginn áður, þetta hefur rætt við okkur, hörður, við höfum verið einhverstaðar út í bæ þegar menn nálgast okkur og fara að velta þessu fyrir sér. Í stuttumáli stýrstu það að við sáum það í hitti fyrra aðalega þegar Ásgeir Jónsson var að gagnrýna þróun ríkisútgjalda og Bjarni Bensson þáverandi fjármálaráðherra og síðan forsætisráðherra svara á hann fullum hálsi og þeir voru komnir í einhvern veginn svona, þú veist, enskorðið bíf en hvað var að segja, ekki átök en svona þeir voru farin að kýtast í fjölmiðlum það hverjum var að kenna yfir því að verðbólgan væri að aukast og ekki að hjaðna. Við höfum séð, við höfum hins vegar ekki séð Seðlabankann gagnrýna ríkisútgjöldin neitt á liðnu ári og Seðlabankinn, ég ætla að leyfa mér að segja, skilaði næstuði bara auðu í fjárlögumræði núna í haust. Þú veist, þannig að spurningin til ykkar þú veist, af hverju að þið sko, í þessari greinargerð þá þetta nefnir Seðlabankinn, það mikilvæg þess að það þurfa að sýna nauðsynlegt aðhald og þeir tala verðbólguþrýsting, þeir tala launahækkanir og svo framvegis. Af hverju sleppaði ríkisfjármálunum? Ég alveg saman, þetta er alveg stór furðulegt og ríkisútgjöldin hafa sloppið allt og vel en það er svona, þú veist að nefna þetta þá rifjast við fyrir mig að þegar að svona fyrsti Seðlabanki sem var sjálfstæður og með verðbólgumarkmið var sá nýsjálenski minni í kringum 1991 og þá var hluti af umgjörðinni sá að laun Seðlabankastjóra voru að hluta til bundi við það að þeir myndi ná árangri. Þannig að það er spurning hvort að þurfi ekki að setja áskýr á bónus nú eða bara launalækkun miðað við vísitölu neysluverðs. Seðlabankinn hefur auðvitað öll tæki hendi sér til þess að ná niður verðbólgunni. Það er það aftur út með mjög harkalegt. Hefur hann öll tæki? En að vinnumarkaðar nú ríkið ekki spila með? Nei, það bara að vera með stýrivexti upp í 15% og herðir enn frekar að útlána möguleikum bankana, hann getur keyrt það niður. Hins vegar myndi það hafa mjög mikinn kostnaði fyrir þjóðfélagi, en þá myndi kannski líka hítinn loksins fara yfir á stjórnmálamennina, en það er svo þú segir, það eru ekki allir að spila með, vinnumarkaðan hefur engan veginn verið að spila með og ríkið hefur ekkert verið að spila með og þetta er bara ég held að það er engin ástæð, þetta er bara Seðlabankinn er bara deigur þegar það kemur að ríkisútgjöldum. Bara til að rifja upp fyrir hlustundum, það er að tala um þess að 3 þætti sem þurfa að spila með til að ná verðbólgun niður, það sé peningastefnan, það sé ríkisútgjöldin og það sé vinnumarkaðurinn. Tvímælust. Og ég meina, mér finnst einhvern veginn svona undanferðin ár síðan við og fleiri sem hefur verið að mæti þessa þætti og tala um þessa blessuðu stöðu þegar kemur að hárri verðbólgu og háa vöxtum sko, að segja trekk í trekk, Seðlabankinn er rauninu einn út á akrinum að vinna og það hefur svona lítið breyst í þeim efnum og eins og rífur upp þessi kýtinga sem voru þarna voru mjög óheppilegar á milli þáverandi fjármálaráðherra og Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóra og það var jafnvel að gerast þá að því að við skoðum eins og fjárlögin sem koma núna þá nýju ríkisstjórninni fjárlögafrumvarpið það var þarna algjörlega sko morgunljóst að aðhaldsstigið sem var boðið því fjárlagafrumvarpi bara eins og kemur fram í greinargerð ráðuneytisins sjálfs þegar fjárlögin voru kynnt núna í haust aðhaldsstigið á okkur svona mælikvarða sem er meta er miklu minna heldur að var til að mynda í fjárlögunum fyrir 2025 og ég held að aðhaldsstigið hafi sig að minnka það ennþá meira á þessi getið í endarlegum fjárlögum sem voru samþykkt í þinginu í desember þannig að það er ekkert að halda það fram að það sé minni ástæð fyrir Seðlabankan núna í dag til að svona láta allan í það glitta að ríkisfjármálinu sé ekki hjálpa til við að ná niður verðbólgunni og þar alveg vöxtunum heldur var fyrir 1 eða 2 árum síðan hjá þáverandi ríkisstjórn sem gerði samt ekki eins og Tóti réttilega rekja hana nægilega mikið til að hjálpa honum. En þeir eru hvoru búin að svara spurningunni af hverju er Seðlabankinn ástæðan er auðvitað blasir við þú veist, Seðlabankinn er eins og Tóti sagði bara, hann er deigur að láta glitta í klærnar það er bara eitt á lið að valda tíma þessar ríkisstjórnar og greinilega svona að Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri er kannski þannig að þá reyna að fóta sig í samskiptu við nýja valdaherra en ég myndi nú segja, þetta er hans annað
tímabil hann þarf ekki að velta því fyrir sér Hann þarf ekki að ágjöra endurskipan, sko. Nei. Hann situr næstu 4 og það árin. engin Seðlabankinn auðvitað, þú veist Seðlabankinn auðvitað er að passa því að fara ekki inn á eitthvað svið sem hann á ekki og hans þú veist, hann vill ekki ég segi eðlilega Það er hans svið að gagnrýna ríkisútgjöld. Já, hann á að gaggrina, þú veist, Eða of mikið hann fyrir bara ríkisstjórnin er gagnrýnir bara ófjármögnuð. afgangin, Já, bara já. jöfnuði Já, já. en í hvað útgjöldun fara eða hvernig þau eru innheimt, það er ekki hans viði Nei. en því segir báðir og eru bara greinlega samþykki því þess að það er eitthvað rosalega óheppilegt að mamma og pappi, Bjarni og Ásgeir hafa verið að munhöfast Ég hörðu sagði það, ég sagði það. ég segi bara út af hverju er ekki bara heilbríkt að menn rífa aðeins kjaft og ræði hlutina bara opinskátt og það bara auðgar þjóðfélagsumræðina og þetta er ekki það má ekki gagnrýna neitt, það má aldrei gagnrýna neina embættismenn, það má ekki gagnrýna dómara, það má ekki gagnrýna Seðlabankann, byrju út af hverju Þetta er bara málefnalega gagnrýni það er alveg eitt vingil og þetta er það samt einhvað síður þegar við allan erum að fylgja því fyrirkomulagi sem ég held að mörgum slæmum valkostum síðan skásta að vera með einhvern sjálfstæðan Seðlabanka auðvitað er þá samt einhvað síður viðkvæm ef fjammar ráðherra í ríkisstjórn kemur fram eins og var þarna á þeim tíma á forsíðu Morgunblaðsins og hjólar í Seðlabankan Sagði, you had one job. Já, það er eitt, en það sem ég fannst verra var samt að skilabóðum sem koma og eins og ættum að dvelja við eitthvað sem gerist 2 árum síðan hjá þávarandi fjármálaráðherra var að einhvern veginn gera lítið úr þeirri gagnrýni sem var búin að koma vissulega svona lengt og ljóst trekk frá Seðlabankunum að ríkissjóður var ekki að gera nóg. Þannig að hans svar á þeim tíma var einhvern veginn vistur búin að gera nóg, þið er ekki að standa ykkur í stikkinu. Mér fannst það ekki vera sanngjöld lýsing á ástandum þeim tíma. Það er allt annað þess en svo ef við lítum 102 ára aftur í tíman eða 103 ár til þýska Seðlabankans síðan 1923 þegar Rudolf Haverstein var bankastjóri og verðbólga taldist í 20.000%. Það var sjálfstæður Seðlabanki. Já, það var sjálfstæður. Það var bara vitlaus. En ég meina það eiga bara allir að segja, þetta er sjálfstæður banki, við erum ekki gagnrýna embættismennina. Nei. Ég held að sé bara þess, ég held að við Þú þurfum ættir ekki vonað þessu vinkli. Nei, ég var bara að gleyma nú Rúdolf þegar hann tökum í Þýskalandi. Nei, við þurfum bara meiri umræði í þjóðfélaginu, við þurfum meiri gagnrýni og gagnrýni á hugmyndir það er ekki að vera neitt persónulegt en þetta er bara því opnar umræða því betra. Já, talandi opnar umræðu og persónulegar árásir. Við höldum að horfa að fjalla Seðlabankann með óbeinum hætti. Nú er alltaf komið nýr félags- og húsnæðismálaráðherra sem heitir Ragnar Þór Pétursson. Ragnar Þór Ingólfsson fyrirgefðu, ekki Pétursson. Fyrrandi form af affer, ég ætla ekki að fara að reykja það í smádröðum en fólk auðvitað þekkir það hvernig hann hefur talað og skrifað á liðnum árum. Hann hefur auðvitað skrifaði grein með Ásthildi Lóu Þórsdóttur sem að í nóvember 23 Ásthildur Lóa er alltaf sem kunnut líka þingmaður og fyrirhundur ráðherra þessari ríkisstjórn sem nú situr. Nóti góðs að vaksta okkur í bankana Heldur betur. hefur efna afskjóðs skuldir á hana en ok. Ætli hún sendi Arion banka jólakort fyrir jól. Ásthildur Lóa, það hlýtur að vera. Það er þetta gáfin í hús. Við þetta klikkuðum á því á áramótasprengjunni þegar við vorum að reyna að finna viðskiptamenn ársins. Já. Hún áttu að vera að tala upp í því. Hún tók snúningin á Benna og félagi. Keypti hús sem hún misti til bankans, keypti það aftur 10 ára setna á sama verði og hún keypti upphaflega Ég væri til í að fá yrrið á þessa fjárfestingu. og seldi það svo aftur núna á árinu. Ég bara alltaf ef ég sé einhverjar Benna þá byrja ég böggan. Ég vonum að hann reyna að losna við mig og viðskiptum með afskrifa láni mín Þannig að ég veit. En þau saman skrifuðu sem eins og fyrir segir, skrifuðu grein í nóvember 2023 þar sem þau kröfðust uppsatna seðlabankastjóra og þau náttúrulega hafa, og aðalega Ragnar Þór hafa auðvitað látið alls konar orð falla í gegnum tíðina seðlabankan og stjórnvöld. Hann hefur talað að lífeyrissjóðina sem pláu á íslensku samfélagi og sagt lífeyrissjóðina ala á misskiptingu í samfélaginu. Hann hefur talað fasteignabólu í boði seðlabankans og stjórnvalda, látið stóra orð falla leigumarkaðan og svo framvegis. Nú er Ragnar Þór orðin ráðherra í ríkisstjórn. Það er ekki hægt að reka seðlabankastjóra en þú veist, hvernig hvort haldið að muni betur sér á þá hvernig?
Ég held að Eða er þetta allt bara, voru þetta allt bara stór orð og Já, ég held þess að þannig, þetta er Já, Ragnar Þór sem ég er lítill kall, ekki- hann ég er mun ekki viss. Sko, ég held að sko, Ragnar, ég var svolítið gaman á honum, hann verður ekki á henni tiki, hann rífur svo mikið kjáft, en gallin við hann er sá að hann hefur ekkert gáðveld fram að færa og gaggrina svo oft ekki neinu rökur reist, en gott á þeir. En hann er stokkmaður. Hann ber í borðið og hann reynir að, hefur í vaffer, sko, þá reynir hann og gerði raun og veru gætti sko hagsmunir sinna umbjóðanda bara mjög vel, það var ekkert á henni tekið. En nú er hann komið nú því þessu hlutverki að rífa kjaft og yfir í það að vera með valdið. Og þá þetta sko reynir á hvernig hún tekst að skipta þetta hlutverk. Og það er önnur grein sem að birtist þarna, hún var í febrúar held ég alveg örugglega 2023 og hún heitir 598 sem að Ragnar Þór skrifaði inn á Vísi. Og þar sem að hann var að réttlæta það hvers vegna að hann rauk í burtu og skrifaði ekki undir kjarasamningana í nóvember 22 sem að eru svona samningar sem að eru Mista vöflunum. Þetta voru samningar sem að voru sko hans umbjóndun, þetta ofbóðslega hagfældir og óhagfældir samtöku atvinnulífsins að segja að þau hefur samið af sér og er kannski samningar reyndar sem að var mikil olía á eldin í þessu verðbólgubáli sem við erum að sjá í dag og þar bara sko kemur hann með, ég vildi ekki vera þarna hvað með rjóma út á kinnar eða ég man ekki hvernig hann orðar þessu sko út og þarna má ég segja að það reyndi á þennan hæfileika hans að setla málin, að fara úr því að vera standa upp á sko sápukassanum og öskara yfir í það að setla málin og hann fjall allan á prófunu þarna en þannig að þetta verður þetta spurning fyrir ríkisstjórnina núna á næstu missurum en þess að núna auðvitað er svona, það er enda búið að vera óunni langir hveitibrauðsdagar hjá þessar ríkisstjórn en það er svona ýmislegt sem bendir til þess að þeim fara að ljúka Viðreisn og flokkur fólksins þeim gengur illa í skoðanakönnunum þó að samfylkingunni gangi mjög vel í skoðanakönnunum og það mun auðvitað sko valda pirringin innan stjórnarsamstarfsins og svo er það auðvitað þannig að ef þú ert með háa verðbólgu, ef þú ert með atvinnuleysi og það verða að sjá fram á sko lækkanir á fasteignamarkað sem þýðir það að eigið fé í húsnæði fólks fer að lækka að þá og þú getur ekki skattpínt heimilinu og fyrirtækin endalaust og þarf að fara að taka erfið ákvarðanir að þá verður mjög erfitt í ríkisstjórninni þannig að hann er svona ákveðið sinnep sem er spreyjað inn í stjórnarsamstarfi hjá Valkyrjunum Frábær lýsing. Þarna kemur þetta sko. Hann segir hérna í lok þessara greinar sem hún nefndir 598 höfum 598 í huga ef þið heyri gagnni á það að ég hafi neitað að sitja fyrir á mynd eftir undirrituð síðustu kjarasamninga brosandi með vöflurjóma út að kynna og allar hann að sitja brosandi með vöflurjóma þegar að bókun 35 kemur fyrir eða þegar að inganga í Evrópusambandi eða kostningum það aðlóna viðra við Evrópusambandi koma fyrir og svo fleira og svo fleira. Hér sitjum við bara með grillsósan út að kynnar. Já. Nei, það verður mjög áhugavert, svo vægt setur orða tekið að fylgjast með Ragnar Þór í þessari ríkisstjórn og hvernig það mun smella saman allt saman. Ef að fara út í allt annað. Ég sá að... þú ekki? Stjórinn? Ég spyr svona kurtisi bara í ykkar garð. Við erum að fara allt annað núna. Ég sá að maður að ræða smá viðskipti, ég sá að það eru komna tilnefningar í stjórn Íslandsbanka og það er tilnefndur ágætu vinnur okkar, Heiðar Guðjónsson, sem verður öllu óbreyttu stjórnarformaður Íslandsbanka. Hann lítur að fara að köpa sér ekkoskó eftir það. Pottþétt. Hún mætir ekki að stjórnarfund öðru sinni ekkoskó. Hann lítur að gera það. Nei, mér finnst það bara lágmark. Ég meina, Daði fjármálaráður í ekkoskóm, þannig að Já. Þetta er greinlega inni á þessari elítu. Ég er ekki vissum að það sé sölupunkturinn á Heiðar að fara í köpa sér ekkoskó en þetta verður mjög hann er smekkmaður hins vegar mjög spennandi að sjá og ég er fullviss að
fyrst að við erum í sinneflýsingum að Heiðar verða ákveði sinnef inn í stjórn Já, það var eiginlega og muni láta að sér kveða og ég hef bara hlakka mikið til að sjá til Það var það sem ég ætla að spyrja ykkur sko. Nei, þetta er kærkomin breyting á stjórn, 7 manna stjórn sem hefur fram til þessa samanstæðið að 3 fulltrúum svo eru skipara bankasýslu ríkisins fyrir meira en 3 árum síðan. Núna tæplega ár síðan að ríkið losa alla hluti sinn, þannig að það var engin ástæði fyrir allast að 3 einstaklingar það áður með stjórninni og hinni 4 einstaklingar áttu ekkert undir í bankanum. Þannig að þýleitnin til var ekkit sérstaklega góð samsetning á stjórninu og Heiðar hefur sagt það. Fyrir ekki, ég ætla að gripa hans inni, við taka fram sko að hann er alltaf koma inn í stjórn sko sem fulltrúi einkahluthafa í... Já, ég meina hann bara sér tækifæri þeirri stöðu sem myndaðist fljótlega eftir sölu ríkissjóðs í maímánuði fyrra. Það sem varst með svakalega dreifðan hlutahóp og ennþá í dag, ég held þessi 27.000 kennitölur í hlutahópunum, þetta stærsta almenningshlutafélagið í Kauphöllinni. Lífeyrissjóðunir eiga þarna sína hluti, held í samtal svona 40% og útlendingar sem eiga svona 14% og stór hluti þeirra mætir ekki á þessa fundi vegna þess að þetta eru vísitölusjóður. Og síðan ertu með mjög veiklað og áhriflitla verðbréfasjóði þetta í hlutahópunum allana svona með það sem gengur að gerist í öðrum félögum og fullt af litlum fjárfestum og smám saman stærri einkafjárfestum eins og heiðar og fleirum sem eru búin að vera en að gera sér meira gildandi í hlutahópunum og hann tekur á skarið svona síðastliðu haust og svona byrja greinilega að pæla í þessu í því að þarna sé tækifæri og undir lok síðasta árs og þetta nálgast hann eins og hann meðal hans sagt að nálgast hann svona helstu stóru einkafjárfestina sem eru samt ekki þeir eru samt ekki stærri en svo að þeir komast ekki inn á lista yfir þá sem eiga meira en 1%. Þetta er ekki meira en það. Þannig að hann bara er með ákveðin hóp þannig að bakvið sig sem óskar sinni eftir hluthafafundunum það sem stjórnarkjör voru að dagskrá og hann auðvitað bara nýtur trúveruleika og held í svona heilt yfir ágætis trausts meðal stofnanafjárfesta í vistarlífinu, meðal annars lífeyrissjóða sem voru greinilega til í að Endur þeir búin að hlusta á þjóðmál þegar hann kemur hingað? Já, og hann hefur unni með þeim fjárfestum lífeyrissjóðum, meðal svo vettvangi sínar og háasveitum og eitthvað fleira og það kemur fram í skýrslu tilnefndarnefndar sem var birt í vikunni þar sem hún leggur til að heiða sér formaður að það sé gert meðal annars byggt á vilja sem hafi komið skýrt fram hjá hluthöfum á fundum með nefndinni. Þannig að hann mættur hana og það verður mjög áhuga að sjá hvað gerist í framhaldinu. Það kemur þetta ein ný kona inn í stjórnina, Margrét Pétursdóttir, minnum hann heiti. Og hann... Já, Margrét Pétursdóttir. En svona fyrir auðvitað það mæti í ekoskóm, sko, mun hann koma með einhverja stefnubreitingu? Er til með samrunni Íslandsbanka og Skaga að fara að ganga eftir? Ég það ekki, en það sem ég er svo skemmtilegt að sjá að þess að ég treysti engu betur til þess að sko fara og svo hrist upp í hlutunum og koma svona með hugmyndir betri rekstur og svona betri arðsemi inn í bankan heldur en Heiðari og það er bara einfaldlega staðreind að arðsemi, eins og ég sagði hluta til hvað íslensku hlutabréfamarkaðurinn hefur verið veiklulegur er það að arðsemi fyrirtækjan hefur verið allt og lág og er miklu minni heldur en til mynda í Bandaríkjunum og það að menn hafi vilja sýta einhverja sko auðlinda rentu á sjávarútveginn verðin þess að sjávarútvegurinn 10 ár kannski búin að vera með arðsemi einhver staðar á svipuðum slóðum og S&P 500 sko, fyrirtækin það sko það er bara svona sýni hvað þetta er í raun og sko sjúktu viðhorf og ég held að hluti að þessu skýrist auðvitað því að það er þessi vantrú eða hvað maður segja sko þessi, já, hvað fólki illa við arðgreiðslur og heldur að það sé eitthvað að arðgreiðslum en arðgreiðslur eru þetta bara leið fyrirtæki til þess að skila fjármunum aftur út í þjóðfélagi til endurfjárfestingar vegna þess að þú fjárfestir í atvinnurekstri til þess að ávaxta peningin og þú fjárfestir ekki endalist í sama atvinnurekstrinu, þú þarft að greiða út arð að kaupa tilbaka bréf til þess að eigendur geti síðan fjárfestingur öðru en það sem ég vildi sagt hafa eftir þennan stutta útúr að það sem er svo gaman að sjá að Heiðar er að fara inn í reguleraðasta, reglusettasta geira í heimi og þetta verður auðvitað eins og snúa í flugmóðurskipi
En að þetta er, sko, þetta er 800 manna fyrirtæki, fólk með langan starfsaldur og það er mjög, sko, svona mikið eða sterkt DNA í þessu fyrirtæki. Síðan ertu með stjórn og hann er náttúrulega, sko, einn í stjórninni, þetta munið margir vilja starfa með mikið ráð fyrir að vera allt í besta bróðarni. Og síðan ertu þetta með allar þessar reglur, þessar launavottanir, þessar sko áhættu nefndir peningaþvættis reglur, ég veit ekki hvað og hvað, ég kem ekki óvart að Heiðar myndi þurfa að skila skýrslu kolefnisvottun ef hann grillar og kólagrill heima á sig, sko. Þetta er alveg gríðarlegt reglugerða fargan og það verður bara svo gaman að sjá, er ennþá sjens í þessu umhverfi að taka til hendinni og ég vona svo sannarlega að það verði. Ég held að, sko, ég myndi ekki ímynda með neitt annan mann sem að myndi svona, er jafn áhugaður að sjá mér að koma inn í þennan banka á þessum tímpúntu eins og Heiðar, vegna eins og Svipað og Tóti er rekið hana. Bankin er á, þú veist, einhvern ákveðnum tímamótum. Bankin hefur og berðan saman við bæði Arion banka og Landsbankan svona undanfæri missir jafnvel ár og reyna að hreinsa út alla svona einskiptlið og sjá bara hvernig grunnrekstur bankans hefur verið. Þá hefur hann satt að segja verið lakari heldur en þessari tvekja banka. Bankin er núna, eftir að hann er komin aftur í einkaeigu eins og hann hefur svona sögulega síðan alltaf verið, núna komin í þann stað, hann er stútfullur af umfram eigið sem hann er búin að vera svona að reyna að pumpa út, fyrst og fremst í gegnum endurkaup undanföllnu, en núna að reyna að fóta sig og reyna að finna hvert að vilja fara. Að það er svona vanta kannski, hvers konar banki er listabanki, hvað er svona DNA í hjá honum, að því svona maður fær svona meiri ef maður skoðar Arion banka, einhverja svona ímyndaði hvernig banki hann er og hvernig það fara. Íslandsbanki er kannski á þeim stað núna að reyna að finna það út og hann er með því meðal hans að feta í kunnulega slóður eins og önnur fjármálafyrirtæki gera með því að reyna að sameinast Skaga, en líka eins og verður áhugavert að sjá líklega svona aðkomi Heiðars að því þekkjandi vel til erlendis þessar hugmyndir sem búið að leggja á borð á síðustu uppgjörsfundum innum í Íslandsbanka að sækja fram erlendis annars við það mögulega í sambankarlánum en hitt líka sem kannski áhugaverða og höfum séð lítið af í beinleins kaupa svona minni erlend fjármálafyrirtæki sem kynni að styðja við reksturinn og þannig að Nú er einhverju vinstri með þessi klóra sér höstum og hugsa bara, ert þú bara komin aftur í 2006 eða? Örugglega, þeir mega bara halda áfram að klóra sér höstum, sko. Þannig að það er þetta spurninga, því að ég nefndi, bankin er stútfullur umfram EIFI, held ég ennþá yfir 40, jafnvel 50 miljardar sem eru og bankin hefur, þú veist, 2 valkostir til að nýta það. Ef hann telur þessi engi tækifæri til ytri vaxtar, þá þetta bara greiðar hann til hluthafa, þessi sömu menn sem þetta vísa í sem klóra sér höstum, þeir sjá ofsjónu yfir því og hann þetta bara bankin hún að meta, líklega vil hann gera eitthvað blöndu á því, en síðan þetta verður áhugað sem spurður í byrjangísli, þess að þetta markaðurinn var að velta fyrir sunnleið og komu spurnir af því í desember að Heiða væri að fara að gera sig gildandi stjórninu og líklega að vera stjórnarformaður. Hvort það myndi að hafa áhrif á samruna viðræðana við Skaga. Þú veist, það kemur manni gríðarlega óvart ef Íslandsbanki undir þessari þá nýju stjórn sem verður til líklega í næstu viku ætla að fara einhvern veginn að slíta þeim og þá er það hinn spurningin sem vaknar í kjölfarið. Er þetta að fara einhvern veginn að endursemja skilmáluna sem gilda? Er það ekki líklegra? Ég varst að Heiða að vera hans fyrst að slíta viðráðunum, sko. En þú veist, ég átti mig ekki að, þú veist, hversu raunhæft það er, þú veist, jú, það er vantarlega einhver samningur sem er gildi og ég held að Skagi, eða stjórnendur Skagans og stjórnin þar, hún vantarlega er ekki til í endursemja það, ekkert endalega í fyrsta kasti, þannig að það þarf vantarlega að liggja á einhver hótun af hálfu Íslandsbanka til þess að af því get orðið. Ég held að það sé allan ekki hægur leikur eins og kannski látið af í umræðinni að maður gera breytingar þar, en það verið samt einhver síðan, maður sé bara á verðlagningu félagana á markaði dag að það að markaðurinn virðist vera að gera ráð fyrir einhvers konar slíkum breytingum. Ég held að Íslandsbank Skagi sé verðlaður
og rúmlega 12% af sameiginlegu markaðsvirði beggja félaga. Í þessum fyrrnefndu skilmálum gert ráð fyrir að skagi sig verðmetinn á 15% af sameiginlegu virði bankana. Þannig að það segir einhverju sögu. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það spilast út svona næstu vikum, sko. Þetta var bara já en einn spurning, sko. Ég var að nefna sko, að Íslandsbanki sko, væri eins og önnur fjármálafyrirtæki reglusettur og jafnvel óreglusettur og einhverjum kannski finnst skorta sko, rökstuðning fyrir því. En þess besta dæmið það er það að hérna erum við að sitja og tala stjórn Íslandsbanka og nýja stjórnarformann og hvað hann kann að gera þegar fundurinn verður ekki eftir viku. Það er einhver tilnefningarnefnd, einhverja 3 manneskjur sko, sem að það kostnar af hluthafundi en hafa þannig séð engan stuðning eigandana á bakvið sig, bara búin að ákveða þetta. Svona stillum við stjórninni og þetta verður stjórnarformaður. Þetta það er til eina ástæðan fyrir því held ég að arðsemi fyrirtækja Íslandi er ekki nógu góð eins að þeim ekki haldið nógu vel við efni. Það er aldrei á hluthafafundum rætt neitt business. Ef að hluthafi kemur og er að ræða eitthvað, þá er það orðalagi í starfskjarastefnu eða umhverfisstefnu. Það er aldrei það að hvers vegna fjármunanýting er ekki betur, hvort að fyrirtæki sjá engin sko, sóknarfæri eða neitt slíkt. Þetta er allt bara út á eitthvað svona út á regluverk og þetta er orðið mikið áhyggjuefni fyrir íslenskt atvinnulíf og reyndar atvinnulíf sko, í fleiri löndum að það er bara búið að sko, taka úr þessu sko, alla svona sletta bara entrepreneurship og búrokratisera þetta. Við sjáum bara hvað nefndin er áhrifamikil og greinilega þeir sem sækjast eftir kjöri í stjórnina eða þar að segja sendin umsóknir þá til nefndarinnar þegar það var auglýst eftir því. Það voru 18 manns en það tekið fram í skýrslunni að þessir 11 manns sem komst ekki í stjórnina eða voru ekki, það er rámt orðað með ræðan hjá Tóta sem voru ekki útvaldir að þessari nefnd, þeir taka það fram í umsókninni að ef þeir eru ekki tilnefndir að nefndinni þá dragið frambúið tilbaka. Það er ekki sem bannar þessum 11 einstaklingum maður hafði heyrt að það væri mikið og öflugum einstaklingum sem væru alveg örugglega þess verður að fara í stjórnina sem voru að sækjast eftir þessu en þeir vita og ég segi því miður sem er að þegar hluthafarnir mæta á fundin í næstu viku þá fara þeir bara eftir því sem þessi nefnd sagði. Ég satt með einum manni á Hótel Akureyri daginn, átti stutt að við komum þar og svo vorum að ræða þessi mál og hann var að tala þessum nótum, vorum að tala tilnefningarnefndirnar. Hann kom með þá hugmynd að þjóðmál myndi bara kaupa örlítið hlut í öllum skráðu fyrirtækjunum og mæta á hluthafafundina til að láta þessu heyra. Já. Væri það ekki eitthvað? Er ekki drúir sjóður hjá þjóðmálum en það og að því sögðu, það minnum við þetta þjóðmálastofuna. Til hvað sér að vera að halda þess hluthafundi? Þetta er bara leikrit. Það er búið að ákveða þetta. Já. Það er rétt yfir. Það er því miður rétt. Annað sem er ekki búið að ákveða að það er atvinnustefna ríkisstjórnarinnar. Það var eins og innlegg í hana núna í vikunni. Þegar hagfræðingin Mariana Mazzucato kom til landsins. Og svo við förum á einu í annað. Hún kom til landsins og hélt erindi á vegum ríkisstjórnarinnar. Þetta var fundur á vegum stjórnarráðsins, eða ekki? Jú. Þetta muni hefur. Ég sá að vinstrimenn voru auðvitað mjög margir hverjir ánæðir með þennar komu. Ásgeir Torfason vinnur okkar, hann birti mynd af sér meðan annars á Instagram þar sem hann var að fagna hennar komu og allt það. Þórður Pálsson, vellesin maður, segðu okkur frá þessari konu. Já, þetta... Er ástæða til að þeirra frumara voru öll sem fyrir sig, hvort þetta er svona endurskoðun á þetta eða skoðun að hún sé halda erindi á vegum ríkisstjórnarinnar? Þetta kom mér mjög óvart í raun og veru og Kristján segir að þetta hefði haft mikil áhrif á sig sko, Kristján er hagfræðingur og kann hafa góða hagfræðing. Ég bara gerði mig ekki grein fyrir að hún væri svona óbóðslega vinstri sinnuð. En Mazzucato, ég hef nú lesið eftir bókina Entrepreneurial State og ég fylgsmiðinni, já, neitt tíðan ég hætti henni fylgsmiðinni, en ég held að þetta væri svona meira og minna komin út á borðinu, en hún hefur verið mikið af stjórnvöldum til ráðgjafar í Evrópusambandinu og annað slíkt og hún er á því
það er kannski löngu máli að fara yfir þetta allt saman en basically hún á því að þar sem að ríkið kemur að ýmsum hlutum eða það var svona fyrst sem hann sagði þess að fyrirtæki eða þessi ríki rekumentakerfi, fyrirtæki fá styrki á ríkinu, ríki stórkaupanda hlutum, að þar með í raun og veru ríkið þáttakandi í þessari fjárfestingu og á að fá að hluta því. Hún reynir svona kannski hliðstætt auðlindarendunni sem hún talar um þarna. Síðan hún líka á því að vegna þess og hún hefur nefnt nokkra hluti, ég tók eftir því að hún nefndi bara tunglferðina, en þess að ríkið hefur getað ákveðið að gera einhverja hluti og sett alla krafta í það, að það sýnir að ríkið geti drifið hagkerfið áfram í stað þess að láta einkaaðilar sem að svara þörfum neytenda gera, þá ríkið að setja stefnuna. Og þetta auðvitað gríðarlega stjórnlynt og hún sýndi það strax sjálf að við ætlum að fara í orkuskiptinu, við ætlum að fara í net zero og græna og annað slíkt. Þannig að það eigi að neyða ríkið inn í að ríkið á í raun að neyða allt atvinnulífið í sína átt sem þá valin af einhverju fólki, vantarlega einhverju svona tilnefningarnefndum stjórnmálana en það sem að verið bent á að þetta svona klassískt það sem kallað survivorship bias. Það að hún tekur eitthvað sem að heppnast vel og síðan spinnur hún söguna aftur á bak. En hún nefnir ekki það sem að hefur tekist illa. Og henni hafi auðvitað líka nefnt að hún hefur til þess haldið fram að darpa í raun og veru vegna þess að það sé í raun og veru upphaf internetsins að þá eigi auðvitað ríkið að í raun og hlutild í öllum verðmætunum sem að netfyrirtæki gervigreind og svo framvegis hefur gert og vegna þessi fyrirtæki fengu styrki og svo framvegis. Það sem að þetta bent á móti í fyrsta lagi þegar að ríkið byrja að styðja þetta tilraunastarfsemi sem að varðað internetinu, þá var ríkið ekki minnina grand áætlun eins og hún gefur sér hvað internet yrði það sem það í dag. Og síðan skilur hún heldur ekki mun á því að það að eitthvað sé fundið upp og síðan að það verði sem munur á invention og innovation eða uppfinningu og nýsköpun, að það gríðarlegt stökk sem að fyrirtæki sinna verðin þess að fyrirtækin þau þurfa að finna þörfina, markaðsþörfina, aðlaga vöruna að þeirri þörf og síðan þetta öll aðfangakeðjan og annars sem þarf að koma þess að hún haldið fram að ríki fann upp iPhone, þannig að ríki styrti einhverja rannsóknir sem að urðu að iPhone. En hún alltaf, mér minnir að þetta... Það enda mjög ókvæðleg sögurskoðun. Já, ég meina þetta bara sama og með því að vegna þess að Alþingi setti lögum kvótakerfi að þá ríkið alla einhverja rentu, þetta bara sami kommunista hugsanátturinn, En síðan náttúrulega minnir hún hafi skrifað þannig að entrepreneurial state einhvers staðar í kringum 2013-14 man ekki alveg þetta nú að vera 10 ár sín ég las þessa bók en núna alltaf hún búin að vera svo lengi í þessum business og hún líka the mission economy og annars lítið að hún var ekkert alltaf bara talandi um túnferðina heldur var hún líka með sem dæmi energivende í Þýskalandi og vindmyllurnar í Danmörku þannig að mikið af þessum verkefnum sem að hún talaði þannig að fyrir 10-15 ára síðan hvernig þetta var sem rosalega vel hefnuð það hefur nú bara komið ljósa ekkert svo vel hefnuð sem að það eitt og sér ætti að sýna hversu vitlaust þetta að ríki geti valið samfélaginu öllu markmið og takt eftir því, hún notar stríð sem samlíkingu, það sé svo heppilegt í stríði þegar að vilja allra einstaklinga þarf að lúta undir vilji ríkisins og það kannski í þeim anda að hún hefur til þess að hrósað Castro-stjórninni mjög mikið 2016 þá skrifaði hún á Twitter byrti að hún hafi verið ofboðslega impressed af einum mikla líftækni geira og Kúbu og hversu mikið af þessu líftækni geira væri undir hefði verið undir sín Castros sjálfs. Ég held að vera engin önnur en Mariana Mazzucato og kannski Kristján Frostadóttir heyrtu þetta líftækni byggingu á Kúbu
en þetta er alveg Já, þetta er alltaf læri bara eitthvað nýtt. já, þetta er ekki góðu pappír. En við hefum alveg séð enduróma þessari umræðu, við sáum til dæmis bara í COVID, sko, það sem fólk var að tala sko mikið að þess að Já, já, einmitt, þetta sjáum við þetta. Fascinated. successful biotech policy was envisioned by Castro. Já, þetta er kannski einhver að láta Robert Westman og Alvotech vita þessu. Já. En það er hérna Eða Kristrún takið við Alvotech. Já, það getur líka verið. En við höfum alveg séð þetta gerast, sko, eða svona eins og segi, enduróma af þessu, sko, að einkageirinn funkar ekki án, þú veist, Já. kennara, hjúkrunarfólks, þú veist, vega, hafna, innviða sem ríki byggir, þú veist, er það sami tónn eða? Já, þetta er svona sami tótt, sko. Ég er svona tekið á, sko, þetta er munurinn á, já, hvað fara út í það, sko, þetta er munurinn á sér hugmynd sem til að mynda Bandaríki byggja á, sem er á náttúruréttindum. Það er það að einstaklingarnir, þeir hafa sín réttindi, þeir hafa sitt frelsi og þeir koma sér saman ríki sameiginlega hagsmuni og ríkið hefur ekki rétt á að ganga á þessu náttúrulega réttindi borgaranna sem er þá trúfrelsi, eignarréttur, málfrelsi og svo framvegis. Og síðan þessi hugmynd sem að vinstriðum og kemur við verið fram til að mynda í því sem að þeir kalla mannréttindi og í mannréttindasáttmála Evrópu og Sameinuðu þjóðanna. Þegar það var að gera mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þá var sendur út svona spurningalisti til allra helstu ráðamann í heiminum. Hvaða réttindi finnst ykkur að vera í þessu sáttmála? Og síðan hafa þessi sko pósitífu réttindi alltaf verið að aukast í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Evrópu og það gengur út á það að það er ríkið sem skammtar þér réttindi og þá eru þetta sko hin hliðin á þeim pening er að sko réttindi þín sko til þess að sko vinna sem þú vilt við réttindi þín yfir eignum þínum að það er ekki réttindi þín nema ríkið ákveði það að þú eigi að fá þessi réttindi. Ef aftur múti ríkið ákveður að það eigi að útluta þessi réttindum til hælisleitenda eða eitthvað fólk sem á sárt að binda, að þá útluta ríkið peningunum þangað. Þannig að í hefðbundna skilningi að þá undir þessu fyrirkomulagi að þá erum við réttlaus og það er munurinn á því að í náttúruréttindum að þá erum við borgarar en í þessum óskapnaði sem að ESB og allir þessi mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að vera tróða upp á okkur að þá erum við þegnar og í raun og veru réttlaus. Og það hefur þetta skýri líka það, ég nefna bara að þetta í þessu svokallega mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna að þar hafa setið sko árum saman og yfirleitt ykkur sko alltaf frá þjóðum þar sem að sko liggur dauðadómur við það að ganga af trúni. Og þið getur svo sem ímyndað hvað trú það er. Já. Færum þá í framhaldi því. Ég hef búin svo ánægð hvernig Tóta tókst að tengja umræðan þennan hagfræðing yfir í mannréttindi og Sameinuðu þjóðanna og munn og neikvæð og jákvæðum frelsi. Ég veist að það er margaðri vinklar. Það verður, mér fróld að sjá hvernig staðan verður staðan verður í Íran, hvernig hún mun þróast næstu daga og vikur. Það eru bara mjög skamt í það að vonandi að klerkastjórnin falli en þá veit maður auðvitað ekki hvað tekur við þannig að ég ætla ekki að biðja ykkur að krífa það nákvæmlega en við sáum það að mótmælin sem að eiga sér stað núna verða svolítið til út eftir það að fellur banki í Íran rétt fyrir jól og er sameinaður inn í annan ríkisbanka og ríkið brenta peninga til að reyna að fela einhvern veginn tapið og það verður bara efnaðarsóvissa sem að ég er útskýrta mjög stuttum áli og einfaldri mynd sem að auðvitað startar þessum mótmælum. Eins og svo ofta áður í svona aðstæðum. Það er búið að vera þetta kraumandi undirliggjandi óanægð með stjórnarfarið þar í landi, kúunna þar. Við ætlum að röktum þetta ágætlega hérna í þætti bara í vikunum með Sigurðum og Jónssoni þar sem við fjöldum með stöðuna í Venezuela. Síðan er alltaf eitthvað svona atburður sem þar sem einhvern veginn eins og segir, kveikjaði púðtunni. Ég er þetta að sé að engin mótmælin er á Austurvelli eða engin Maggastína og engin Solaris eða Greta Thunberg segir ekkert og allt góða fólki. Þetta er náttúrulega bara snýrist alltaf hjá þessum fólki bara hattur og vesturlundum með svona sko þetta vilda vinstri hefur verið stutt klerkastjórnina frá upphafi menn eins og Michel Foucault sem hefur nú verið mikið uppaldi hjá
þessu fólki í þessum forréttindafræðum sem að vilja cancela öllum nema Foucault þó hann hafi verið barnaníðingur þetta er alltaf sama hræsnin. Já, það duð ekki til, það var kansalega. Nei, en ég vil kannski aðeins nefna það bara líka út að koma inn á þetta þess að, í framhald af hinu þess að það þess við gleymum því alltaf þess hvað þess svona þjóðferðslegu friður og síðmenningin í raun og veru sko brotætt og í raun og veru sko þunn skel. Og við erum að sjá það svona á lönd eins og Íran og eins og Venezuela að þetta Bandaríkjumenn auðvitað sko veigra sér við að fara þarna inn í einhver hernað sko vilja frekar einhvern veginn sko láta þetta spilast úr þessu út af reynslunni frá Afganistan og Írak sem að skilu vel og skilu vel já og svo sagði hver var það var ekki forstjóri Exxon sem að sagði að það væri ekki alveg sko sjálfgefið að menn myndi vilja fara að byggja mikið upp í sko Venezuela en þessi þjóðfélög þau eru kannski bara orðað þannig þau eru svona orðin svo morkin innan þau eru gegnsýrð af klíkuskap og þjófnaði í þessi Venezuela ertu með alls konar sko hernaðarsamtök þessi gamla Hezbollah-menn og meira svo liðsmenn Abu Nidals og fleiri sem eru þarna síðan ertu með hverskins glæpasamtök og í raun og bara svona bandingaflokka og þarna hefur þetta svona kallað sko social capital það hefur horfið og það er svo erfitt að byggja upp byggja upp nýtt þjóðfélag einhverja framfæri með það ekki ég myndi þess bara Venezuela eða Íran sko þeim er búið að fara þannig að grafa eftir olíu sko og ég er nú alveg gráður ég myndi ekki fyrir mitt litla líf þóra að fara þarna sko Þegar þú ert með eitthvað áratuga reynslu því einhverju pólitísku stjórnarfari sem er einstaklega óstöðugt það ríkir ekki traust á milli almennings og stofnana eða viðskiptalífs og stofnana og virðing fyrir eignarréttindum er engin eins og sérstaklega er þekkt í Venezuela þá er það þetta það þyrfti eins og svo ég orðað öðru sem það er þetta miða með byssu ef ég var í forstjóri Exxon olíurisans í Bandaríkjunum ef ég ætti að fara að vaðin í Venezuela og ráðast í einhverju $20 miljardar fjárfestingar til að byggja bóliðina. Bara galið sko. Já. En ég er kannski bara þetta líka já. Meirum þetta að segja? Já þess að ég bara myndi eftir bara aðeins í hug sko svona þess að nefna. Þannig að ég var að tala sko hversu brotið þetta og hversu mikilvægt þetta sem að sko þjóðfélag byggjast upp á og það er traustið. Og ég kom með annan óvæntasúning þá var það að svona mörgu leyti það sem að var í þessari þjóðaröryggi stefnu sko Bandaríkjanna þar sem að þeir sko fjölluðu Evrópu að Evrópa væri að sko tapa sjálfstrúnni og það væri að fara þeir væri svona að missa fótana það er svona sko hluti af ángi af sama veiði og við erum að sjá ég man fyrir hvenær var forsetakosningin í Frakklandi þegar að Le Pen var með móti Macron sko fyrra hitti fyrra sko þá heyrði maður í fyrsta orði sko remigrasjón sem er sko að flytja útlendinga tilbaka mann var alveg geðbilað svona auka hægri síðan bara í fyrra þá sem væntanlega árið seinna að þá er þetta valið orð ársins hjá Financial Times þannig að umræðan er aukað svo mikið síðan sá ég bara í Danmörku að það var bara núna eftir miðjan desember að það var byggt könnun í Víkindavisen viðhorf Dana til útlendingamála og þá erum við að sjá það að sko 25% vilja banna múhameðstrú í Danmörku og 30% Dana vilja byrja að flytja útlendinga, flóttamenn aftur eða bara útlendinga aftur út á landinu og þetta sjáum við allir hendi sér hvílík samfélagslega uppreisn ef ekki borgarastríða yrði við einhverja slíkar aðgerðir en þarna eru sko þjóðfélagina vissu leyti að fara og þarna eru að horfa á Evrópu. Nú ef við horfum svo þetta til sko Bandaríkjanna að þá yfir Trump-stjórnin einhverju leyti vera að bregðast við þessu með þessum sko ofboðslega harkalegu aðgerðum sko ICE og þær halda áfram
En á sama tíma þá stjórnin líka að grafa undan þessum stofnanastruktúr Bandaríkjanna sem hefur virkað vel, hvað núna í 250 ár til að mynda með þessu dæmalösu málaferlum gegn seðlabankastjóran fyrri, þannig að það var einhver sem býrt og tvítið með þess heldur gott þannig að þegar Erdogan tók sjálfstæði seðlabankanum að þá fór verðbólgan 10% í 70%. Já. Og þetta eitthvað sem verulega ástæða til þess að hafa áhyggjur af í Bandaríkjunum. Þannig að þetta myndir sérstaklega ástæða fyrir að það áhyggjur í Bandaríkjunum sem að glíma við hrattvaxandi skuldir sem eru orðnað 100 Borga núna meiri vaxtagjöld þetta en í sem held ég fyrir eftir hvað mælikur ándan 100-120% landsframleiðslu og hann fjárlagahallinn gríðarlega mikill og þessi staða fjármögnuð og sjálfbær en að gæslappa svo lengi sem að útlendingar, fyrst og fremst Kínverjar, Japanir og Bretar held ég þessi hvað stórtækastur í kaupum af bandarísku ríkisskuldburum eru til í að halda því áfram. Og svona aðgerður þetta sem þetta vega að einhverjum grunnstóðum, einhverju trausti og trú bæði innanlands líka erlendra fjárfesta á kerfinu, á seðlabankunum, á bandaríkja dollar eru þetta alveg stór hættulegar og það þetta ástæði fyrir því þetta hversu hart var brugðist þetta í yfirlýsingum í kjölfarið. Það var við ættum að reynda furðu lítið, gull hækkaði og dollarinn lækkaði lítilega, það var ekki mikið. Ég er að meira vísi yfirlýsingar sem komið frá öllu fyrirvændi seðlabankastjórum og fjármálaráðherrum í Bandaríkjunum og öllu flokkum og eitthvað. En þetta segir engin neitt þetta er bara í því ástandi sem þetta. En líkillinn svolítið í þessu sem þú nefndir sem munurinn og brúttó og netto skuldum Bandaríkjastjórnar, munurinn á því munurinn á þessu tvennu social security víðast hvar þá eru lífeyrisréttindi eignarréttindi en í Bandaríkjunum liggur fyrir hæstaréttardómur frá 1960 að 60 eitthvað, þetta mann ekki alveg nákvæmlega að stjórnvöldu í Bandaríkjunum geta bara kiftið svo gildi einhliða þess vegna í netto skuldum bandaríska ríkisins eignir social security sem sem sé lífeyriskerfi þeirra í ríkisskuldabrjöfum ekki talið sem skuldir ríkisins. En þess að við erum bara að horfa á það fyrst og alveg líka ótengt útlendingamálum og hælisleitendamálum að þessi samfélagssáttmálin að rofna víða hvar nema þess að veri gripið til einhverja, það alveg óhjákvæmilegt róttækra aðgerða að ríki Evrópu muni ekki geta staðið undir lofurðu sínum til þegna sinna í lífeyrismálum og heilbrigðismálum. Ef þeir ætla að gera það, þá þurfa þeir að svíkja lofar sitt við, það myndum við ekki eins og duga við skuldabréfeigendur. Skuldabréf eru þetta ólík öðrum eignum, öðrum skuldbindingum þýleitin til að þú losnar aldrei við að hafa ekki borgað og krafan lífir að eilífu meðan það er að segja sem eins og að lífeyrisþegarnir þeim svona fækkar náttúrulega. Nei, en við sáum bara frekar nýlega eins og Friedrich Merz, Þýskalandskanslar að stíga fram bara ég heldur svona 2-3 mánuði síðan og sagði bara orðrétt nánast það sem Tóttur að segja bara, þú veist það er skuldbingan sem við taka á okkur tengt velferðarkerfinu og lífeyrisgreiðslum við eigum ekki efna á þessu. En svo mistókst honum með umbætur sína þannig að það mistekst öllum við einhverja umbætur Finnst þér maður svona að því að það nú fara að síga setjum hjá okkur. Ég ætla að taka eitt stutta leikinn í lokin sem við erum ekki búin að segja frá en það kemur okkur aðeins óvart en ræðum maður sem Sannleikan það kontor ræðum maður sem Grænland Sannleikan það kontor þar þetta bara að því við erum ræðum Trump og Bandaríkin og þú veist stöðuna þar hvernig sjáu það fyrir ykkur? Illa. Eldur Ólafsson nú ekki alveg samanlæðir? Já. Með það hvernig hann talar í erlendu fjölmiðlum? Hann auðvitað að selja. Þú er hagsmunni að geta. Ólíkt þér sem er bara hlutist blaðamaður. Nei, hann er marga góða punta. Bara maður reynir að horfa bara realpolitikin í þessu. Það hvernig menn að leggja upp með þetta. Þú veist, sumir segja, ég held að Sigurður Már hann satt það í þetta daginn og menn hafa sagt þetta áður
að mönnum byrja að taka sko Donald Trump, þú veist, mönnum byrja að taka orðans alvarlega en ekki bókstarlega. Ótrúlega þreytt lína verið Já, að þú veist, segja en þú veist, og eiginlega reynslan af undanförnum 12 mánuðum með embættið hans gefur til kynna að þetta sé ekki rétt og það er nú fyrir eitthvað stutt síðan að til að mynda eftir að hann, og ég myndi segja, frekar vel heppnuð leynuþjónustu eða hernaðar aðgerð eftir ykkur kalla í Venezuela þá það sá eins og Marko lögreglan eins og hann kýsa kalla en Nei, menn það er bara að forda mig fyrir því hann minn og reka já, ég meina þetta var alveg fullkomin aðgerð alveg aðdánaverð sko, hvernig Panama exekuta 89. en þá sá þetta Marko Rubio í kjölfarið bara sérstaklega að segja á fréttamannafundi bara að þú veist takið mark á því sem Donald Trump er að segja og ég held að í þessu tilfelli með Grænland að það sé ástæð að taka mark á því það ég ekki eins og ég heyrði einn góðan vin okkar og miðflokksmann segja í einhverju viðtali að anda með nefinu maður hefur miklar áhyggjur á þessu. Var ekki bara Berður Olsson sem sagði hér sem þú situr í síðustöku? Já, ég heyrði líka einhverju viðtali þar undan. Jafnvel þóttu að hann láti ekki verða af því að innlima Grænland, hvort sem það hafi verið gert með hernaðaraðgerð sem hann þykir svona ólíklegt eða einhverjum öðrum hættum að þvinga fram einhverja sölu og Grænlandi Bandaríkjanna. Þá er þetta búið að valda þessi staða sem búin að byggjast upp undanfarna dag og vikur alveg ómældu skaða fyrir fyrst og fremst Atlantshafsbandalagið sem Grænlandi hluti af og það verður ekki hið sama algjörlega óháð því hvernig lyktir þessa máls verða held ég. Það er alveg gríðarlega laskað. Já, ég held reyndar ekki og ég er gaman að því að ég svona vera almjöla ósámála. Já, ég þóttist þetta að vera ósámála hana. Það sem við erum að, sko, ég er sammála því að sko þá að þegar einhver segir okkur hver hann er og hvað hann ætli, þá eigum við að trú honum. En svo ef við horfum á hver er forsagan og hvað hann að horfa á. Og það er alltaf legið fyrir að Bandaríkjamenn horfa á Grænland sem hluta af Monroe-kenningunni. Ég skil ekki alveg hvað hann er að koma þetta Monroe-kjaftaði, sko. Ég meina þegar að Bretar voru að hugsa að taka Grænland 1940 að þá bönnuðu Bandaríkjamenn þeim það á grundvelli Monroe-kenningarinnar og líka þegar sko Kanada var líka að hugsa að taka Grænland og sko Bandaríkjamenn komið þangað inn, það reyndar á mjög sérstakann hátt vegna þess að á Grænlandi var starfandi eina kryólítversmiðja sko í heiminum eða náma sem var nauðsynlegt var fyrir álvinnslu og Bandaríkjamenn sko þeir raun og náðu þessum samningi Grænland 1941 eftir að Danmörk hafði verið hertekið og það var í óþökk dönsku stjórnarinnar, það var Henrik Kaufmann sem var sendiherra sem að gerði þetta og var dæmdur sem sko landráðamaður fyrir og því er hann kýst í liðin eftir stríð ásamt landstjórunum tveimur á Grænlandi sem að voru Brúne og Svane en og í brefi sem að Roosevelt skrifaði Danakonungi þá lá alveg ljós fyrir að þeir lítu á þetta sem hluti af Monroe-kenningunni. Þannig að Bandaríkjamenn munu alltaf vilja ætla sko tryggja hagsmuni sína þarna bæði út af hernaðarþættinum sem þeir hafa reyndar stórlega vanrækt hinn síðari ár en það var mjög mikið af herstöðum í Grænlandi og þeir hafðu þetta geta farið sínu sko algjörlega sínu fram þarna allan tíman. 1960-67 sko þá rákuður risastóra neðanjarðarstöð í jöklinum lengst upp í norðvestur Grænlandi vorum við 3 kílómetrar á göngum þar og búin að byggja svona litla neðanjarðaborg í jöklinum en svo hættur því þegar kom í ljós að ísinn var ekki jafn stöður ætluðu. Þetta kom í Camp Century og þetta kom í ljós þegar að
leynd var aflétt í skjölum þar sem kom líka í ljós að þau höfðu ætlað sér að vera með kjarnorkuflauga þar og fengu náttúrulega aldrei samþykki sko, dana fyrir því sko. Þannig að þeir hafa geta farið öllu sínu fram en síðan náttúrulega bara tekur við þessi tími og sem að einhvern veginn bara eftir 89 að eftir komansminn fellur að við höldum að við séum bara í friði og Bandaríkjamenn vanrækja allt sitt og þar á meðal sko hér á landi og Grænlandi komið sér vissuliti í þessa stöðu. Já, líka bara eftir 2001 þurftur að nota heraflan annar staðar. Þurftur að nota heraflan annar staðar sko en svo núna átti þessu að því að mögulega geta opnað siglingar í kringu Grænlandi yfir heimskautið. Það þarna mikla auðlindir og þeir vilja og það sem þeir augljóslega vilja tryggja sér það að þeir sko, það ekkert endilega að þeir ætla að nota þessu auðlindir eða kaupa þær, þeir vilja bara tryggja það að Kínverjar og Rússar geti ekki nota þær. Það er raun og sko að fá eins konar sko forkursrétt og það var viðtali í BT sem uppáhaldsgötublaðið mitt í Danmörku eftir að ég var svolítið ósáttur við Extrablaðið fyrir nokkrum áratugum síðan þó ég lesi það alltaf en þá ég kemst í það sko, með slæmri samviðu en það var viðtali í BT við Alexander Gray sem var starfsmannastjóri Donald Trump undir lokin á fyrirstjórn hans og hann sagði hann var með þá kenningu það sem að Donald Trump óttast hvað sjálfstætt Grænland gerir. Það ekkit endilega ríksfællesskap konungdæmi við Danmörku sem að þeirra sko með horn í síðu heldur hvernig munu Grænlendingar 57 manna þjóð geta staðið í þrýstingin gagnvart Kínverjum og Rússum þegar þeir verða orðnir sjálfstæðir. Ertu að meina að sjálfstætt Grænland muni verða þá meina það að sjálfstætt Grænland fara svo að það verði svona sjálfstætt selji sig þá einhverjum hagsmunum til Kínverja eða Rússa? Já, og Grænland getur orðið sjálfstætt menn ég heldur sem ekki búið að samþykkja stjórnarskrána en þetta ferli liggur fyrir í viðræðum þeirra við Dani og það náttúrulega sko var þetta mikla mál þarna út af Kvanefjell og úraníum mögulega úraníum vinslu Kína og viðskiptaráðherra Grænlands Nathanielsen hún sagði í viðtali við FT í sumar að Grænlendingar væru mjög óánægðir með sko fjárfestingu Bandaríkjamanna og Evrópumanna í námuvinnslu á Grænlandi og hversu lítil hún væri og það væri ekki útilokað fyrir þá að semja við Kínverja. Þannig að þetta eru svona stóra hagsmunir og síðan til Pippa Malmgren talaði að þetta væri nauðsynlegt upp á veðurathuganir. Grænland var aðalega notað stíðinu fyrir veðurathuganir sko, þetta væri fyrir fjarskipti. Þannig að ég held að Bandaríkjamenn eru svona að búljast og það eitt menn geta alveg deilt það sko hvort að sko greind Donald Trump en tilfinningagrindans eða skort á henni, það verður ekki deilt þannig að það búljast og ég held að það verði en sko ef að segjum til að mynda að það væri við vitum að það vilji Bandaríkjamanna til þess að taka Grænland og við sjáum að það ýmsar ástæður fyrir því að hann ætti að vilja sko ráða Grænlandi og góðar ástæður það þýðir ekki að koma eins og einhver hernarfræðingur, einhver erlingur sko, sem skrifa grein á Vísi í byrjun ársins um það sé nauðsynlegt að hlusta á meira á íslenska alþjóðafræðinga og kemur svo daginn eftir og það þetta snúist bara egóið hjá Donald Trump að sitja fána sinna á Grænland. Það fáránlegt. Ég held að hann sé ekki einnum að hafa sett fram það skoðun. Ég held að hann sé ekki, það þurfi ekki íslenska hernaðar sérfræðinga til að finna aðra sem eru sambærilega skoðunar. Nei, vitlýsingarnir eru víða. En sko, ef að Bandaríkjamenn ef að það sko við ætlum að taka bókstaflega sko sem þess og við að taka sko mikið markaðinni með fyrirætlanum að hertaka Grænland. Hver þá leiðin? Leiðin ekki, við getum alveg valt eins mikið við viljum alþjóðlegu og stoppsáttmála sko Sameinuðu þjóðanna, það bara hjálpar okkur ekki
þess að það kemur að því að verja Grænland. Leiðin auðvitað augljóslega svo sem að Danmörk hefur valið og í gær var fundur Lars Løkke og Vivian Motzfeldt með ráðamönnum Bandaríkjanna og það að reyna að sko ræða og ég verður reyndar að segja það er bara geggiðastu fréttamynd allra tíma sko þess að Danir eru svo töff og grænlingar, þeir voru ekki fyrr komin út á fundinum fyrir þeir fóru út í sík bara kveikja sér í hvað er langt síðan maður sá þetta strángheðilegt en leiðin auðvitað augljóslega þá að reyna að ræða við þessa sko bandamenn sína og koma fyrir á vitinu og ná einhvers konar samkomulagi og ég held að það sem þeir séu að veðja á þannig að ég er ekkert svarsinn á þetta. Mér finnst þetta var mjög löng ræða að eiginlega þeim punkti svo nefndi sinni lokin sem auðvitað blasir við og það er það sem að furða sig á af því að það er til rammi og það er velvilji hvað svo hann sé á Danmörku eða Grænlandi fyrir Bandaríkin til að gera það sem er listir í Grænlandi af því auðvitað réttilega eins og segir það er búið að vera minnka viðvöru Bandaríkin og Bandaríkin hers á þessu svæði allt og mikið undanfanna 2-3 áratugi en ég hef ekki lesið þær fréttir eða er ekki svo neitt sem gefur til kynna að núverandi Bandaríkjastjórn og Trump hafi gert eitthvað sem bendir til þess að þau séu að nálgast máli frá þeim hætti að efla til samtals Danmörku hvað viljið þið efla hernaðar viðvöru ykkar mikið hvað viljið þið fjárfesta meira hvernig viljið þið tryggja og ég alveg sammála því sem Tóti sagði í byrjun það er að vita það allir, það eru lögmætir öryggishagsmunir sem Bandaríkin hafa á þessu svæði þeir geta tryggt þá með því að gera sér miklu meira gildandi og allir eru til í það hvað sem sé NATO, Danmörk eða Grænland fjárfesti meira í þessu námum sem þar eru fyrir og þeir eru líka með þá öryggishagsmunir tryggða hefði maður haldið vegna þess að Grænland er partur á NATO en kannski skiptir NATO ekkert máli skiptir NATO máli að mati Trump ég held ekki ég held að það bandalag þú veist áður en að þetta allt fíasko hófst í kringu Grænland hafi orðið verulega laskað út af alls konar yfirlýsingar sem hann er út að falla ég held að það sé okkur samdóma álit allra að líkun á því að Bandaríkin myndi bregðast við ef til að með þetta Rússar myndu ráðast inn í eitthvað tiltekin Evrópuríki að þeir myndu standa við sína skuldbendingar samkvæmt 5. grein sáttmála NATO og koma til varnar þeim ríkjum, Eystrasaltsríkjum, Pólandi ég held að fæstir hafi trú á því og þetta ef Bandaríkjastjórnin er búin að vera með látið liggja einhverja alls konar hótaranir kannski Grænlandi, NATO-ríki óháð því hvað þið gerir kjölfærið þá hefur það stórkostlega afleiðingar fyrir þetta bandalag sem maður myndi halda að sé einn stærsti ávinningur Bandaríkjanna umfram sína helstu keppinauta, andstæðinga, bæði núna í framtíðinni, Kínverja, Rússa, það er þetta bandalag. Til viðbótur þetta við það víðfema, þétta og trausta bandalag sem Bandaríkjunum með í öryggis- og varnarmálum út allan heim. Þeir eru með herstöðar í 150 ríkjum út allt saman. Þetta er það útrúlega mikið skammsýni á hálfu Bandaríkjanna, hvernig aðtapna sem þarna kakvært Grænlandi með þessum hótunum. Alveg sama þú taki undir með þessu tóttir að segja varandi hagsmununa sem er hafa lögmæta. En þú getur náð fram þeim hagsmunum með öðrum og eðlurum hætti sem veldur ekki skaða, ég segi allan mínu viti, fyrir Bandaríki til langt fram að litið. Var það önnur ríki sem hafa treyst Bandaríkjunum, hvað sem sé Evrópu eða Asíu eða annar staðar. Auðvitað munið þau ekki treysta Bandaríkjunum með sama mælu að hafa gert áður í 70-80 ár. Við sjáum þetta á umræði sem búin að stóra auka svo síðustu mánuðum að fullt af ríkjum sem hafa í gegnum bandalagsþetta Bandaríkin hafa treyst af það að Bandaríkin koma þeim til varnar, Suður Kórea, Japan, Pólland annað, að það er bara mjög frjó umræða mögulega mikilvæg þess að koma sem kjarnorkuvopnum. Af hverju? Vegna þess að þau vita meðal annars, eða veit ekki, þau óttast að Bandaríkin sé ekki sami trausti bandamaður. Og ég óttast að þessi atburðir sem er í gangi með Grænland munu hafa ennþá meira afleiðingar þá veru. Þannig að ég þú veist, skil ekki,
ég skil ekki hvað Bandaríkin að gera í þessu máli Bandaríkjastjórn og við sjáum þetta að það sem betur fer að koma meiri óænlega raddir og gaggrinni á hálfu þungaveiktar þingmanna í Bandaríkjunum, Lisa Murkowski, Mitch McConnell og annara sem að beita sér fyrir því að ekki verði af þessu, en ég veit ekki, ég ekki sérstaklega bjartsýnn að þetta muni enda með eitthvað svona jákvæðum hætti. Ég sammála því, sko, það er engin vilji fyrir því hvorki í þinginu, öldungadeildinni að beita hernaði, sko, gegn Grænlandi. Ég held að líka að það sé sko rangt hjá þér, ég held að það sé rangt hjá þér, sko, að Bandaríkjamenn, menn get ekki treyst í að Bandaríkjamenn komi að Evrópu til varna með samkvæmt, sko, 50 greinu. Ég held að þetta sé svona frekar jaðarskoðun að þeir mun ekki gera það. Hins vegar hafa þetta, sko, Bandaríkjamenn, sko, lagt á það áherslu og Trump hefur gert það allt frá fyrir fyrstu forsetatíð sinni. Og raunar hafa, sko, ýmsir í Bandaríkjunum talað það áratugum saman að Evrópa verður og reyndar aðra þjóðir að það get ekki bara, sko, hana frírætað á vörnum Bandaríkjanna og þau verða að sýna það að þau séu sjálf tilbúin að verja sig. Sem búið að gerast í auknum mæli undanfarna ár. Þá kemur þetta, sko, stóra hlutanum að sko, Bandaríkin, þau eru og þau álíta sig hegemón, ekki eitt af dýrunum í hálsaskói. Þau Bandaríkja ráða, þau hafa stjórnað hernaði NATO og þau vilja ráða. Og síðan horfa þeir á hína þjóðirnar, svo horfa þeir á hína þjóðirnar og þess, hvernig hefur til að mynda Evrópa, sko, staðis í Úkraínu? Mánuði fyrir árásina að þá bauðst Þýskaland til þess að selja Úkrænumönnum 5.000 hjálma. Evrópa pappístígur og hefur engan styrk. En þá segir þú, já, ok, þú sagði, sko, Bandaríkjamenn, akkur sýtti ekki niður með þeim og segja, hvers vegna ræða þeir ekki fjárfestingar og herstöð og annars líkt. Það er ekki það sem að Trump hefur áhuga á. Það sem að Trump hefur, og væntanlega fleiri í Bandaríkjunum, að þeir hafa áhuga á í raun og veru, sko, fullveldinu. Þeir hafa áhuga á landhelginni, geta stýrt henni, lofthelginni, geta stýrt henni og sett lög það þegar, sko, hverjum má selja auðlindi frá Grænlandi og ekki. Og það er auðvitað erfitt að leysa það vandamál og þeir treysta sko, hvorki Evrópumönnum eða Dönum og þar að leiðandi sé það réttmætt fyrir Bandaríkin að taka yfir. Nei, við erum ekki að tala um hvort það er réttmætt, við erum að tala þessu, sko, hvort það veri skynsamlega, sko, eða út frá, sko, sem hagsmunum, hvað skýrði þetta? Nei, ég held að við sem allir á því að þeir sem að ráða Grænlandi eru grænlendingar. Já, ég held að það væri ekki eins og lumræðina. Ég var næstu bara búin að opna, ég ætla að gefa ykkur hérna mósakinn. Ég var næstu búin að opna hana bara með að þið voru að tala saman. Hleypa aðeins lífi í þetta. Já, en ég ætla að gefa ykkur þetta. Svona úr einu í annað. Takk þetta með ykkur heim. Já, og skelltu þessi í því og alltaf talandum og höldum áfram að tala Trump. Sko, mér er þetta svíður svolítið að segja frá því að þetta setur sölu í áfengis- og tóbaksverslun ríkisins en það þar, en líka inni á kampænsfélaginu. Þannig að, en sko, já, þú veist, það er ómöld að segja hvernig þetta með þróast, þetta næstu daga og vikur. En sko, talandi Trump, sko, það er eitt sem með fólk mikið tala Trump og það sem er leiðið svo opbáðslega við þá umræðu, það er þegar fólk segir að hann sé polariserandi persóna. Frumleg nálgun. Nei, hann er alltaf saminningatákn. Mannasættir. Rétt í lokin, það eru nú nokkur atriði sem ég ætlaði nú að kannski fara yfir en svona er ekki brýnt að fara yfir. Sáu þið samt, ég ætlaði rétt að koma inn á það bara örstutt. Þið sáu að það var búið að lýsa yfir vantraustið á rektor og deildarfórsta viðskiptadeildar Bifrastar. Ég sá það og ég heyrði að þú vissir meira málið þannig að það var einn ástæði fyrir ég var til að mæta, mér langar að vita meira. Þetta snýst í stuttumáli það að Guðrún Johnson var auðvitað ráðin hann sem deildarfórsti viðskiptadeildar að með minni snemma í fyrra eða hitti fyrra, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, sko við ekki það. Og hún tekur einfaldum myndin þessi, hún tekur grein sem var reyndar óbirt vísindagrein
eftir höfundar hennar voru meðal annars frá Bifröst og aðrir erlendir aðilar og hún tekur þessa grein og rennir henni í gegnum gervigreindar forrit og spyr forritið, getur verið að þessi manneskja, þessi íslenska manneskja sem að koma að þessa grein, hafi skrifað þessa grein og forritið náttúrulega hefur ekki síðan skrifa áður, þannig að það segir vantarlega þá bara nei eða kemur einhver skýring á því og í kjölfarið kærir Guðrún þennan höfund og reyndar einhverja aðra með á Íslandi sem hjálpuði til við greinina til síðanefndar háskólans sem er ennþá með málið til meðferðar. Rektor tekur undir þessa kæru og það búið að vera svona svo vægt sittur orða tekið ófremdar ástand á Bifröst síðustu vikur og mánuði út af þessu meðal annars. Voru ekki, hvernig fjallu atkvæðin í nefndinni? Voru ekki... Já, síðan kemur hérna, sjáum við það er fréttum á mokkanum í gærkvöldi, félag akademiska starfsmanna við Háskólann Bifröst, að þau lýstu yfir vantrausti á hendur rektor og þessum deildarforstað sem Guðrún Johnsen og þar fjallu atkvæðin 16-1 Já, einmitt. Í gær. Á miðvikudag það var tæft fyrstudag þannig að það stóð við tæft sko ég veit ekki þú veist Guðrún Johnsen alltaf var látin fara úr HR og HÍ þú veist hún hefur einhvern veginn ekki komið svona ársinni vel fyrir borð kannski í íslensku háskólasamfélagi endar þarna á Bifröst og tekst þar einhvern veginn líka að mölva rúður og hérna gera einhvern óskunda. Hún situr nú í bankaráði Seðlabankans fyrir hönd Samfylkingarinnar. Nei, það voru að verðbólga sér há. Allir menn sem nota gerfugreindan það til að meta hluti og skýrslur og greinar og við bara þurfum að vita hvernig þetta mál fer, hvort að rektorinn þurfa að víkja og hvernig framtíð Guðrúnar verður inn á skólanum. En mér skilst að Atli Þór Fandal, fyrrandi framkvæmdastjóri Transparency International, sé starfsmaður háskólans. Í byltingarfræðin, var það ekki námskeið sem var kennt í skólanum? Væntanlega bara eitthvað á vegum Guðrúnar, sko. Heldur þú betur þurft að hafa fyrir því að ná í hann? Já. Þannig að við fórum úr því að ræða Trump og fórum bara upp á Bifröst. Já, mér finnst það bara við hæfi. Frá Grænlandi til Bifröstar, það getur verið nafn á skáldsögu. Herðu, rétt í lokin, ég ætla svo með að geta byggja um að hafa einu skoðun á þessu, bara upplýsa hlustundur um það, hvernig staðan þarna, við bara fylgjast vel við fréttum næstu daga og vikur í þessu. Rétt í lokin. Ég meni ekki að sofna bara. Já, þetta er spennandi mál, þetta verður, og það er bara í janúar, sko, árið er bara eftir að byrja. Herðu, við ætlum að taka smá leik. Við fyrir þetta mikið á Kringlukrána og ég er búin að vera þar svolítið í vikunni, bara eins og allar aðrar vikur og sagði þeim að Þórður Pálsson var að koma í þátt. Og gekk á myndi gesta svo fyrir sem þetta bað mig að hætta ónáða gesti á mig að borða en ég gerði það samt og sagði, var svona, mátti með því að þú var að koma og úr urðu 10 hraðaspurningar og leikurinn er þannig, þetta er náttúrulega ekki leikur, þetta er bara hraðaspurningar þú mátt vísa mig yfir til harðar ef þú vilt eða getur ekki svarað Nei ekki? Þannig að og þetta eru bara spurningar sem koma frá viðskiptunum Kringlukránar til Þóra Pálssonar og eða Harðar Eigissonar Þannig að við ætlum að svona taka þetta í lokin. Númer 1. Hvaða bók ættu allir Íslendingar að lesa til að skilja peninga og fjármál betur? Já, ég vil segja því að síðast svona bók sem er mjög rosalega góð var Price of Time eftir Edward Chancellor en síðan ættu allir Íslendingar sem til að skilja íslenska peningapólitík og íslenska efnaðarþróun að það er lifað með öldin eftir Jóhannes Nordal. Já, ég tek undir með það. Kom út þar síðustu jól. Já. Frábær bók. Það er bara skilduðlesning, sko. Til að bara skilja Ísland á seinni hluta 20. aldar. Bara hvernig við komist úr örbygg til velsældar, sko. Já. Sko. Og þetta var gæðin sem var bara allstað stóra ákvæmlega að tekla. Það var svona Forrest Gump okkur Íslandingar. Blessi sér mín í kas, þetta er frábær maður. Frábær bók. Herðu, númer 2. Eru hlutabréða fasteignir betri langtíma fjárfesting? Hlutabréf? Getur þú útskipt það eitthvað aðeins? Af hverju? Ég myndi segja að það er skams og lengi tíma eins og staðar ákveður nú. Ég verði næsta bara yfir mjög löng tímabil að það ætti að vera þannig að fasteignir, nema þú sett með eitthvað algjört prime location, fasteignir og það er þannig að útgjöld til fasteigna haldast tiltölulega óbreytt sem hlutfall af ráðstöfunartekjum
ráðstöfunartekjur að því gefna að skatta sér ekki mikið að flækja að þau geta fyllt framleiðinaukningu þannig að yfir mjög langt tímabil að þá ætti svona allan fasteignir að meðaltali að geta skila það sem framleiðinaukningin í hagkerfinu á meðan að sko hlutabréf ætti að geta skila sko ríkisvöxtum pluss sko svona í heildina pluss einhver svona áhættu prémía upp á kannski 5%. Þannig að svona yfir allan löng tímabila þá ættu hlutabréfa og hafa verið mun betri fjárfesting. Já. Númer 3, þeir eru búnir að svara hluta til en svona kannski til að draga saman einfalt svar. Hefur Seðlabanki verið of árásargjarn eða of varkár í vaxtahækkunum á liðnum misserum? Allt of varkár. Það er vaxtahækkunum. Já, hefur hann verið of árásargjarn eða of varkár í vaxtahækkunum? Það var allt of varkár í vaxtahækkunum. Fóru seint að staða? Já, hann fór sæmilega að stað sko og var fyrstur Seðlabanka en hann var ekki nógu aggressífur. Já, þú getur rétt ímyndaði greinina sem Ragnar Þór og Ásmundur Róa hefur skrifað þá. Já, ég meina bara þess að rifja upp í tengslu þetta sko, við slum ekki gleyma því ég held í fyrstu vaxtákun Seðlabankans í febrúar 2022 þegar vextir hækkuðu 2% 2,75%. Þá steig fram Drífa Snædal, þá forseti ASÍ og lýsti við neyðarástandi. Já, alveg rétt. Bara áminning til hlustunda áhorfenda, ekki láta stóru orðin alltaf Býtum við aðeins. Herðu, númer 4. Hver er mikilvægasta hagvísitalan sem fólk fylgist of lítið með? Já, við getum brotið spurningur upp. Hver er mikilvægasta hagvísitalan? Er það verðbólgan? Er það atvinnuleysi? Ég held að það er atvinnuleysi. Já, svo komið eitthvað annað sem þá er einnig meira svari svona, eins og orðaði spurningun uppalega. Það er svona hvernig netto lán bankana til atvinnulífsins er að þróast. Svona, segir aðeins til það er eitthvað sem fólk fylgist ekki mikið með. Nei, ég held ekki. Þú fylgist þannig vel með því. Já, maður reynar að gera það. Og af hverju hvað segir svo vísitala? Svo mæling okkur? Það gefur manni, þú veist, það eru fáið sem eru svona með betri sína það hvernig staðan er í hagkerfinu núna og hvernig hún þróast heldur en bankanir, þannig að ef þessi búlis á því að auka netto lánsinn til atvinnulífsins þá segir það manni það að þessi brattir á horfunar þannig að þegar það er að dempast niður þá hann að móti er það öfugt, þannig að ég held að eins og peningastefnumnefnd Seðlabankans horfum meðal hans oft til þessa mælikvarða. Ég segja svona miklu vísitölu, það var bara ekki byrt vísitölu, ég veit það var hraðaspurningar, ég verð bara að segja hennar sögu. Það var hann skömmu fyrir aldamót, ég var þarna að vinna á Kaupþingi, var til að nýbyrja þarna í greiningadeild og fjallum efnahagsmál og ég hefði svona nýverið verið einhver svona fjölmiðla viðtalið, eitthvað svona tala efnahagsástandið og svona, það var svona chicken sko, svona varfærnislega það sko, það væri nú sannleik og finna. Svo var ég að vinna hann á sunnudegi og labba fram í eldhús og það er verið að gera eitthvað við loftu eldhúsinu og það var svona 2 iðnaðarmenn og standa annari með svona hausinn uppbyggnin í loftinu, svona kalkplötu búið að taka og pítaplötu hvað sem þetta er og taka sko og svona þessi stendur niður þessi við mig, já hvað segir þú? Heldur að sé hiti í hagkerfinu? Ég sagði, já það var svona ýmismerkjum það að sko gæti verið sko ofinnun. Þá svona lítur hinn svona niður úr loftunum, horfir á mig og kallar til mín, heyrðu, það er 2 iðnaðarmenn að vinna á sunnudegi, hvað heldur að það geti verið annað en ofinnun? Svo vantilega bara rétt greining. Já, alveg hár rétt. Við erum að búið til vísitölu í kringum þetta. Já, iðnaðarmenn, þeir eru þetta að kunna þetta og þekki þetta vel. Með þetta. Númer 5. Hver er skilvirkasta leiðin til að styðja við nýsköpun? Er það skattafrádráttur, beitt ríkisstyrkur, löggjöf eða eitthvað annað? Sko, ég held að sé ekkert svona sko magic bullet, sko, ég held að sko fyrstulega sko nýsköpun eins og öll atvinnulíf er að stóru hluta menningarlegt af svona kultúral fyrirbæri og það er það sem talað vel atvinnulíf og talað vel verðmætasköpun þannig að og fólk hafi metnað fyrir því. Það næsta er að það þarftu þetta að hafa sko örugg eignarréttindi og lága skatta og síðan auðvitað það sem við þyrftum auðvitað helst að geta gert að það er að hafa sko öflugan hlutabréfamarkað og þess að við sjáum þessi lönd sem að þessi land sem að stendur mjög framalega í öllum uppkvötunum, öllum vísindum eins og Frakkland en sem er með lamandi skatta og lélega hlutabréfamarkað
öll sko, fyrsta að stofna fyrirtækin og þannig að halda þeim og þau fyrirtækin þau sko flýtu öll til Bandaríkjanna áður en við ráði eða ná fullum þroska. Þannig að ég held að við þurfum líka auðvitað að horfa til þess að við séum með svona vinsanlegt laga og regluumhverfi og síðan getur mann auðvitað sko talað með með sko þá einhver svona skatta ívíðunar slík sko. Ég held að það geti alveg virkað en hitt bara númer 1, 2 og 3. Já. Hvernig við þetta bæta? Nei, nefnist það frábært, en það sem maður lýsir út að við erum kannski með dæmi með eitt slíkt land á Norrlóndunum sem Svíþjóð. Það sem alveg gríðarlega blómstrandi nýsköpunar umhverfi. Meðalans vegna þessar öflugu hlutbæramarkaðar og meðalans vegna þess að það eru svona skattalegir hvatar fyrir fólk til þess að fjárfesta í slíku fyrirtækjum. Þannig að bara hermum eftir Svíum hvað þetta verður. Já. Og Dönum, Danir er frábæri. Já, Danir líka. Já, þeir eru frábæri í þessu, þeir eru kannski ekki frábæri almennt. Þeir eru frábæri almennt. Ég er búin nánast sko samtals í 5-6 ári í Danmörku þannig að ég mest í Dana fyrir Íslands. Menn er ekki ráð fyrir því að Danmörk vinni, að því ég var að tala um EM í handbolta. Já. Menn er að tala um að ekki ráð fyrir að Danmörk vinni það. Það er sanngjarnt. Nei, ekki. Það er ekki alltaf Danir eða frakkar. Tapa Grænlandi, vinna EM. Það er sárabund. Það geti farið þannig. Herru, höldum á hver er stærsta ógnin við íslenskan efnahag á næsta áratug? Er það demografían, er það einhafur útflutningsafurðir, er það stjórnmál? Ég held að það sé alltaf stjórnmál. Pólitíkin, sko. Og ég var að mynda að hugsa það eins að ég sko maður fer bara til hvernig sko Jónis Nordal fer í gegnum söguna í lífamöldinni og svo sér maður sko svo önnur frábær bók en á allt öðru sviði sem er síðasti formaðurinn eftir Ásgeir Jónsson þannig að ekki hvernig það var og fjalla var í hlaðvarpi þjóðmála frábær þáttur en ég bara velta fyrir mér ef við hefðum verið árið 1900 eða 1950 eða hvernig sem og svo þið bara sagt hvernig ástandi var árið 2025 eða 2026 hefur ég séð fyrir allt þetta þess shitshow þess verðbólguna sko, þess hrunið þrengingarnar eftir skattlaus árið 87-89 þetta gengur allt út á áhættustýringu áhættustýringin er tvennskonar þannig sko pólitísk og síðan efnahagslega sko, með því þess finnst ég bara pólitíkin og peningamálin og þannig að þessi tveir þættir held ég að skipti Ísland höfumáli. Hvort haldið að ferðaþjónustan eða hugverkaðinnaður skili meiri framleiðniaukningu til ársins 2040? Framleiðni, þá held ég að sé sko augljóslega sko hugbúnaðar sko það er svona bara sko byggt inn í hann en það þýðir ekki sko að framleiðniaukningin í ferðaþjónustinni sérstaklega sko svona total factor productivity sem er þessar sameiningafyrirtækja og samvinnu og nýja leiðir það mun vera mjög mikið. Ferðaþjónustin áhugulega kannski meira inni heldur en hugverkaðinnaðar til að Já, hvernig þá? Nei, bara þú veist, þetta er greinisrættar sem var maður að byggjast upp á 10-12 árum þannig að og gerst mjög hratt, þannig að maður upplýður það allan að þannig horfandi á þetta utanfrá sko, að núna síðan þeim stað það sem verið að svona byrja að huga meira að því að bæta framlýna, stækka einingar og annað og þú veist, maður er svolítið vindin í baki hinum megin sko, sem eru sko allar tæknibreytingarnar þá pælur minni í því sko. Ég segi það á meðan sko, það að skipta á rúmi til að mynda það breytir ekkert mikið sko. En eða breytið hvort þið gerði á 10 herbyggjum með 100 gerðugreind í fjármálum mun hún fækka sérfræðingum eða gera þá margfalt afkastameiri? Bæði Ég held að það er rétt bæði sko og þetta byrjaði náttúrulega sko það var til dæmis langt síðan að menn byrjaði að vinna með þessi stóru gagnasöfn og síðan fóru svona smá sem að skrifa einhver algoritma í það svo kolli sko þannig en gervigreindin er auðvitað sko heillandi að því leitinu til að hún mun bara sko fækka sérfræðingum almennt og eitt sem ég var að sko lesa daginn hann að benda á það að þetta er rauninu sko breyting sko frá alþjóðavæðingunni menn sko í alþjóðavæðingunni að það slátar öllum sko framleiðslugreinum eða fór mjög illa með það til í Bandaríkjunum en á meðan þess svona körfuboltastjórnur, stjórnulögfræðingar og fjármálaðamenn sko mókrættu.
núna aftur á móti er komið tilbaka sko, að gervigreindin er að taka störfin af sérfræðingunum en á meðan að það að smíða gervigreindina kallar á óendanlega þörf af hvers konar iðnaðarmönnum og ég svona, það sem bandaríkjum kallar sko blue collar störfum þannig að já, hún mun sko fækka eitthvað í sérfræðingum og fjármálamarkaði. Þetta er enda leiðir svolítið inn í næstu spurningu sem að er sko framleiðin á Íslandi er vandamáli ómikil vinna eða oflítil tækni innleiðing hvar, að því við erum alltaf að spá í sko hvort að störfum muni fækka hvort að nýstörf verið til ég heldur þetta að maður með ekki bara fyrir ekki eins að bara útskýra betur sko ég heldur að maður með ekki missa sig mikið í þessum pælingum af því að það verða til störf eftir 5 ár, 10 ár, 15 ár sem okkur dettur ekki eins og í hug í dag þannig að En sko, já, spurningin er þessi, er vinnan að fara að breytast það mikið? Ég sko, framleiðinni sko, akkur er hún ekki meira í Íslandi, það er þetta sko stóru hluta á vegna þess að við erum alltaf að sitja meira og meira í opinber störf, eins og við komum inn á í upphafi og síðan erum við þetta búin að sko fara rosalega illa með vinnumarkað með öllu þessu sko rugli með styttingu vinnuvikunar og annað slíkt sko sem að því það allir þess að veitingastæðir eiga erfitt með halda vakta plön og þannig myndi halda svona þetta ósveigjanlegir sko kjarasamningar spili svolítið þarna inn í líka og síðan náttúrulega erum við þetta ef að refsa þeim greinum eins og sjávarútvegi sem við erum með góða sko framleiðni og bætum að sjálfsögðu í þær greinar sem eru með lága framleiðni eins og í opinberri þjónustu. Já. Eitthvað við þetta bæta? Nei, mér dettur í huga því að Tóti nefnir eitt af það sem þetta hefur haldið aftur að meiri framleiðni heldur en ella. Er þessi ósveigjanleg hvernig búið að gera vinnumarkaðin einhvern veginn ósveigjanleg heldur en var og við byrjuðum þáttinu að spila hann að þessa klippu með Heiðu Björk Hilmars sem umræðefni var, minnir það að vera að ganga á hana vegna vandræða sem er í einhverjum leikskóla í borginni og það vanti einhverja 50 leikskólastarfsmanni sem manni finnst einhvern veginn vera ekki neitt og maður bara furðar sig á því af hverju ekki hægt að leysa það vandamál og þá er það vegna þess að leikskólakennir mega bara vinna 8 tíma á dag en tíminn það sem viðvera einhverja barna leikskólanum getur verið 9 tímar og þá þarf að brúa það bil og það skapar alveg meiri hátt af vandamál hvernig að manna það þegar það vantar þegar það er að bæta við auka klukkutíma og þetta er það bara í tenslu við ósveigjanlega kjarasamninga það sé ekki hægt að Já. Þetta er svo magna sko, ég man bara sko fyrir ekki svo lengur síðan að þá var alltaf aðal markmiðlum kjarasamningum og fyrir allar kostingar að tryggja næga vinnu. Núna er þetta alltaf sko semja frá sér allar vinnu. Hvað gerðist? Það er mikið pressið að þá. Loka spurning, ef þið mættu afnema 1 skatt á Íslandi á morgun, hvaða skattur eru fyrir valinu? 1 skatt? Bara vel 1 skatt sem myndu vel afnema, ekki lækka. Nei, bara tekjuskatturinn. Myndu vel afnema hann? Já. Alveg, bara komplett? Já. Og hvað, hækka þá bara vaskinn eða Þú sagði það ekkert? Nei. Þú varst ekki að beðja að vera raunhæft. Þú bara Það hafa okkur að komið fram svona hugmyndir áður að afnema tekjuskatt og taka þá frekar gjöldurinn í getum söluskatt. Það vilja þetta bara hafa flatan skatt sko, og fjármagnstekjur og skatta, ég held að hann grafi óbúðslega undir hafi lítið áhrif en það er ekki nóg með það að við erum með svona one size fits all kjarasamninga sem að þýðir það að ungt fólk þarf að vera með sömu kjara þessum styttingu vinnuvíkunar sem er síðan kannski miðað við sko þessi 60 fólk sem að við svona minka við sig og stytta þannig að þess að fólk færi einfallega ekki næga vinnu síðan ef það fær svo auka vinnu þá lendir það í hátekjuskattinum og 46%. Já, og síðan er það bara þannig að einhvern veginn sko líffræðilega, ég ætla nú ekki að fara út í deiluna það er sko hvað er kona sem er nú vinsælt en einhverju hluta vegna þá virðist það alltaf vera þannig að kona fæði börnin en maðurinn ekki sögulega sér kannski er það þriðja vaktin, ég veit ekki ég er ekki líffræðingur en svona er þetta sko og en svo getur þetta líka verið í hinn áttina maðurinn getur verið í skóla og konan kannski konið í sérfræðistarf þá er búið að afnema samsköttun sko hjóna og ekki bara á tekjum heldur líka á eignum hvernig, svo segir sko Daði og allir þessi snillingar þarna og
líðið þarna á samfélginni, sko, þetta bara ekkert fyrir venjulegt fólk, sko, en hvernig þetta, sko, þegar Daði og konans eða Kristján og maðurinn, sko, fara út að versla inn fyrir helgina, sko, í versluna, sko, koma þeir síðan bara á kassanum og svo byrja að tína upp og, sko, já, þetta fyrir mig, þetta fyrir þig, þetta fyrir mig og borga svo í sikkur lagi. Hjón eru hjón vegna þess að þau eru, sko, þau eru efnaðslega eining og búin að sameina sinn fjárhag og það gegn þessu sem að, sko, ríkisstjórnin er að vinna, sem algjörlega ófyrirgefanlegt og þetta er kannski það mál sem ég finnst bara fólk ekki tala nógu þetta er algjörlega hneyksli, þetta er hneyksli. Já. Hefur áhrif á, 15-20.000 heimili, þetta er sakalega fjöldi, þetta er ekki bara henni allra ríkustu eins og tala var Já, 15-20 heimili segja þeir og þeir sögðu líka að breytingarnar á vörugjöldunum og bíurunum myndi hafa áhrif á vísindunum neysluverð sem 0,1%. Síðan þegar þið kynntu skattinn á útgerðina eða á sjávarútveginn þá sagði Daði þetta hefur alltaf verið vitlaust útreiknað en núna er þetta rétt reiknað og veitu hvað, var ekki liðrétt þrísa sinnum að þetta var það frumvarpi og er sennilega ennþá vitlaust, sko. Þannig að Já, heldur betur. Herru, hvað erum við búin að vera þetta í strákar búlís? 2 tíma? Já. Ekki takk. Ég taka aðra 2 tíma. Já. Og fara aftur í Grænland. Akkur tökum við ekki bara 2 tíma í viðbót, við hvað sem við byrjaðir og notum þetta svo sem maraþon-þáttinn. Það er ekki takk. Sparaður það bara hóa í alla aftur. Herru, ég sagði að hér eru þið margar gjafir í dag. Og þið fengu þið eru bara fór mosakinn og ólífólíuna. Síðan er, ég var að kveðja hlustundum með harfisk frá Gullfiski. Þessum góða Skerpifisk. Nei, vísu ekki. Við erum alveg hætti með hann. Það er ekkert skerpigutt hér í dag. En, þeir frá Gullfiski vildu náttúrulega gera ennþá betur við okkur. Og sendu okkur að pakka þetta. Hvað stendur hérna? Þú átt von á góðum. Já. Og hvað stendur svo? Því þú átt allt það besta skilið. Já. Þetta er bara... Sammála. Það er bóndadagur næstu viku, strákar. Geggjað. Þannig að ég ætla að kveðja ykkur hérna með... Já, stærsti dagur ársins. Þannig að ég ætla að kveðja ykkur með harfisk og smá bjór. Svona bóndadagsgjöf frá vinum okkar í Gullfiski. Já. Takk fyrir það. Þannig að það komur enda bara 2 öskjur, þannig að ég fekk enga, en það er kannski næstu viku. Kannski að bóndadaginn sjálfan. Ég held að öskjan kemur, þetta væri svona eins og maður sé svona gjafapakka, þú ætlar að senda mig hörð sama, í retreat að ræða Trump áfram, Þurfum að ringja bara í grím og fá, eða nýja fórstæri blálónsins og fá... Fá 1 eða 2 herbyggi. 1 að sjálfsögðu. Nei, það er þetta að ræða endurastu þessi mál, eins og ég sjáið, skatta, Trump, alþjóðamálin og svo framvegis. Atvinnuleysi, verðbólgu. En við ætlum að láta staðanum í hér eða ekki. Hvað ykkur inn í helgina? Ég þakka þeim sem að hlustu þeir sem horfðu, hafið það gott helgina, sjáumst í næstu viku. Takk fyrir það. Takk.